Stóra spurningin, are you ready now? Klukkan orðin 4 og FM 95 blöður hafið þennan, hafist handa þennan yndislega föstudag. Auðun Blöndal heiti ég og er mættur aftur í mitt sæti eftir viku pásu. Og beint á móti mér sitja 2 ljón. Annar heitir Egill Einarsson, hinn heitir Steinþór Hróar Steinþórsson. Verið velkonir drengir. Takk fyrir það, takk fyrir að 2 ljón, þetta er að besta hinga til. Já, því ég var í Afríku. Já, ég mitt. Þannig ákvað að tengja. Skemmtileg tenging, þetta er ríkalega flott tenging og flottu titill, ég er sáttur. Hvernig fór Afríka með þig, Blö? Þetta, ég get sagt það að Suður Afríka er að fallegasta sem ég séð og hef ég nú ferðast, nokkuð Það er mikið. svoleiðis. Já, þannig að ef einhver sem er að hlusta hefur tök á að komast til Suður Afríku við tækifæri, þá mæli ég með hver er munurinn og gefðu mér þetta bara útskyldu fyrir mér. Fyrir Tenerife Gilsa. Suður Afríka versus Tene. Já, ok. Pros and cons. Ég ætla ekki að fara alveg í pros and cons. En þú stattur á Tene, þá ertu að fara með dóttiðin og Rikka G einhvern apagarð. Og Rikki í blackout með hann. Menni ég fór að sjá ljón in the wild. Rikki man ekki eftir apagarðunum, sko. Nei, ég var að horfa bara ljón at their home. En ég veist hvað það er geggjað. Ef þau getið þig, það hefði verið great comedy. Já, það bara, gaurinn sem var að keyra bílinn sagði bara, ef einhver dettur út bílinn þá var hann dauður, þannig að ekki voða ykkur. Og það mátti ekki, svo var annað magnað, þú máttir ekki setja hendin út fyrir bílinn. Og þú máttir ekki að horfa í augun á ljónunum, því að þá ertu vist að augra þeim. Sign of aggression, saman í fangelsunum. Veistu þú það? Já, Ég sé það, Blö. Við höfum báðið sitt Ég inn er í dýragilsi, sko. Já, ég veist ekki, mætti ekki horfa í augun á þeim. Svo var ég geðveitt, Það var þetta fokkið þér. en veistu hvað er erfitt að horfa á ljón og mig ekki horfa í augun á þeim. Þegar þau byrja að horfa á mann, þá byrjaði maður bara svona, bara eins og verið vandræðilegur á stefnumótið eða eitthvað. Já, en sko, málið er það hefði verið svakalega töff. Það hefði verið cool. Já. Hefði verið komið heim með allavega stórt ör á kviðnum. Hann hefði náða svona klór í þig. Ég hefði tekið það á mig ef ég var reynskilin að vera með risa svona bara í stæðan fyrir að vera með tattoo að eitthvað ljómar er búið að refsa upphandlegnum á mig. Hvað kom fyrir þig? Það resta með ljón. En ég lifði af. Og hvernig voru steikundar og rauðvínið og Besta sem ég smakað, ég er að segja Suður Afríka, bara Cape Town er besti Og staður sem það er hægt er að ekki fara til. besta rauðvin í Afríku. Það bara stenst ekki. Besta steik sem ég hef smakkað var tekin þarna, það sver ég. Það var Besta bara- hambúrgari sem ég smakkað var tekin þarna, Massa, sver ég. ég og þú tóku steik og raukt í Argentínu. Það er nú Já. frekar góð gæði Ég í veit það. rauðvinu þar. Þetta toppar það. Það er svoleiðis. Ég lofa. Þannig að ég bara, og svo Katrín Tanja, við vorum náttúrulega í Afríku til þess að taka upp atvinnumenn okkar. Katrín Tanja er metnaðarfyllsti íþróttamaður sem ég hef hitt á ævi minni. Hún tekur meiri bekk en Bara stilti bekk, það er bara flestar. ótrúlegt að horfa á hann æfa. Að nenna þessu, það er alveg ótrúlegt. Ég get alveg, já, Ég verð þreyttur að horfa á fólk æfa. ég hugsaði, bara svo vitur að steindi og ég elska fyrir rektun eitthvað, að horfa á hann æfa, þá hugsaði ég að nenna þessu. Já, Hún ég æfir meina, 6 þetta er tíma á bara- dag. It's a lifestyle og Já. hún fari mjög góð laun fyrir þetta. Já, hún líka bara elskar að gera þetta. En stráka, það sem er aðalega svona málana núna í vikunni er þessi grein eftir sóttustu bólfélagar Ísland sem kom út. Það var, sko, Ísland fór á hliðina. Já, við ætlum að tengja vel í þátt, við þurfum eiginlega að koma inn á þetta eftir, við Já. hefum eiginlega ekki ræðið þetta núna. Nei, en ég verðst að ræða Já. við erum ekki á honum. Nei, sem er fáránlegt og við ræðum það á eftir. Akkur erum við ekki á þessu lista? Og það verður kannski gamalt rusl. Mögulega. Ég meina, Ólafur Darri er eldri en við. Er það mögulega ástæðast eða þú eða? ég meina, ég bjóst nú að sjá annarkot Er Ómar Ragnarsson þarna? Ég meina, Er Ómar Ragnarsson? Ég meina, Ómar Ragnarsson er 109 ára. Við erum hvað, ég er 34 ára gammal. Já, Þú þú ert varst að 38 ára. keppa í Fortnite-inn í Laugardalsvelli fyrir í síðustu viku. Já, en erum við ekki Það er ekki að gera dömund og brjálaður. En höfum við ekki alltaf verið svona 8 Þó það verður enda á pall, sko. Já, en akkur er þið þá ekki? Já, Við þurfum að vera. Kannski þetta verður gamalt rusl, ég var að segja það. Já, en við erum náttúrulega líka að við ætlum að nýta hana lista því að við hringdum 3 símtöl hér fyrir í dag og já, orðið hann þannig að það voru konar út 9 kannanir og þetta er fyrsta sinn í langan tíma sem ég hringi mömmu mína og já, ég til dæmis lét hana vita að hún hefði verið valin kynþókafyllsta mamma landsins og hún tók ekkert alltaf vel í það. Við hringdum í nokkra og gáðum nokkra mismunandi titla. Þannig að það er skemmtilegt, við förum það hér og eftir. Við erum líka með vondatið, ég og Pétur Jón Sigfússon hendum okkur inn í klefa í gær og tókum við vondatið, það er algjör veisla. Við erum með spurningakeppni, Gilsarnas, hvað ertu að vinna með? King of the Cold. King of the Cold. Það er búið að vera mínus 10 alla vikuna. Mínus 10. Konungur Frostins. Ég nenni ekki að sjá í bílnum. Mínus 10. Nei, leðilegt. Hver er meiri kongur í kuldar? Verða Blondell eða Mushroom? Nei, Mushroom, steindi. Sko, Akkur kalla ég þið ég hef Mushroom? ekki hugmyndu að fekst breinfart. En málega er að ég myndi hugsa, ég svona
Ég ætti að elska vera- mushroom samt. Já, ég ætti að vera líklegri til að taka þetta því að ég er nú með aðeins meira utan á mér. Já, ég er líka en samt, þú veist, sko, ég held sér 50-50 blöð er alveg, þau eru oft harka kuldan. En það er líka mikið, þú veist líka betur, heldur í alveg þetta gangi undir það hvor okkar höndli Sko, kulda betur, blöð- þetta er bara hvort þú að vera á þvengi Blöð- frosti já, og eitthvað svona blöð- djöfisins kjaftaði sko. Blöð fór hún í Jökulsárlón með Sveppa og Petrinu. Gerðu þú það? Ég farið á Ronjó. Nei, ég hef aldrei gert það. En hérna En við þið líka munin á Suður Afrika, það var pluss 32 það sko. Já. Akkur eigum við ekki bara Og fara að heima nudda þar? því á okkur. Já. Já, betra rauðvin, betri steikur, það er Já. heitara. Akkur eru við þá þessu ógæsla landi hérna? Þetta kalla landið okkar ógæslegt, það er bara kalt hérna. En sjáu núna, það er byrta. Það er bjart þetta- út. Ég veit ekki hvort það hlustendur vita, en við erum konum með útsýni hérna í stúdíónu, ég veit ekki hvort það er tekið það fram, en við erum með glugga núna og það er bjart úti. Þetta er Það æðislegt. er að hjálpa eins. Það skín sólin á Þróttaramerkið þarna. Þetta er eitthvað fallegt. Hvað ætlar að bjóða upp á meira í dag? Við ætlum að vera með spurningakeppni Já, og við erum með vondagatið. bransasögur. Rannsasögur verða á Já. sínum stað. Ég er mjög spenntur að líka að sko, alltaf þegar þið keppi í bransasögunum. Fóruð þið í bransasögur með Rikka? Hvernig stóð Rikki sig hérna í síðustu viku? Heil pakka honum saman sko. Hann átti ekki breyk. Hann átti ekki breyk, en- Þú ert miklu betri en hann sko. Ok, Já, miklu betri. Þú ert alltaf djúpt í bransanum. Já. Þannig að þú kemur sterkurinn á eftir. Síðast þegar keftu var jættibli. Þannig að þetta er mjög spennandi. Já, en þú mátt ekki hjálpa allir Rikki þá. stendur sig alltaf vel satt þegar þú ert í frí sko. Já, Rikki er svona fjórða hjólið okkar í þessu þætti og já. enda er Rikki frábær útásmaður. Ég var alltaf sagt, hann er skrýtni frændin. Já, hann er geggjör. Svo erum við líka með mundur fyrir cash, við erum með ef þú yrðir og fleira, þannig að það er líka, ég er svo peppað, þegar maður missir eitt þátt og þá kemur maður svo tvíeldur tilbaka að ég var bara að hlakka til að koma einn í þáttin. Já. Þannig að ekki vog ykkur að missa af sekundu, kæru hlustendur, því að eins og þið heyrið, við erum í gýr og vonandi þið líka. Þegar við sér slag 12 eftir myrkur og ég tekka mér Elsku vinir, þeir að hlusta á FM 95 blöð hér á FM 957. Það er Steindi, Öddi og Egill, full mannaður bátur, stúdíu og tróðfullt af ljónum. Þú segir Þór, þú ert að fara í yfirgjöf okkur félagana. Já, og ég þarf að fara Það er ekki samvinskupið. Jó, ég fæ náttúrulega rosalegt Já, ég er búin að fá það saman. samvinskupið, en ég er að fara í tökur á sjónvarsæti. Ég ætla að segja ykkur betur frá honum á eftir. Já, En það er komið að brakandi fesku erlendu slúðri og það var svo leilegt í síðustu viku. Ég Öddi. frétt að því að Rikki að vera með eitthvað hræðilegt slúður. Það þarf bara að vera Já, eitthvað sko, mikið málið er- að það ætlar að toppa þetta Mér slúður. grunar eiginlega að það verið eitthvað svona gott troll hjá Rikka svona, ég ætla að leið að það er lélegt. Það hlýtur eiginlega að hafa verið plana. Ég skil Það þig. skilur að við þekktum engan í því og Þetta En var málið er hræðilegt. að hann er mjög lélur í slúrun. Já, hann hefur kannski ákveða að fara bara með overboard. Þú veist þá hann sé frábær. Ég er alltaf með gott slúður og það er Nei, engin breyting reyndar á ekki, en ok. Það er engin breyting á í dag. Ég ætla að byrja á Justin Bieber. Ok, það er þetta stertu ekki hérna. Hvað Já. er þetta Steven? Steven, tengdapappans. Er þið búin að í púl eitthvað félagar? Ég hef búin að gleyma, það má ekki minnast á þetta maður. Hérna, já, hann og Stephen Baldwin eru búin að vera mikið í púl og Hver er bíódóm betri? saman. Hver er betri í púl? Justin Bieber er aðeins betri. Nei, herðu. Þetta er besta slúður sem ég hef heyrt. Þetta er líka Varst að veistla. segja okkur það, hann var betur en Stephen Baldwin í púli. Ég var ekki að því. Þú verður þetta bara stick to it, það var rosalega slúður. Já, þetta er geggjað. En hann er að gefa út nýja fatalínu, hann Justin Bieber. Já. Og Áður en það heldur áfram, Já. hvað varð hann? Akkur hefur maður ekki heyrt neinn lög, maður sér aldrei neinn, allavega ekki á Hann þessum íslensku hann miðlum. giggaði yfir sig. Já, ef þú myndir hlusta einhvern veginn að slúðrum mitt, þá sagðist hann ekki alltaf að gefa út neitt í langan tíma því að hann var að fara yfir á þessu. En er hann svona, er hann búinn? Ég meina sástari kórnum, hann var spáði að hoppa fram á sviðinu sko. Já, sko, hann var hræðilegur í Hann leittist kortum. ekkert eðla á sviðinu, ég held að sé að gæja að leiða sér mikið enn gigið sko. Ég hef skemmt mig betur í messu heldur en bara í, En það cancela hann túrnum. já, ég veit, þetta var hræðilegt, hann mæmaði öll lögin og ekki þessi leiðilt í messu, ég kann ágætlega um í messu. Ef að Hjálmar Jónsson, domkirkir prestur, skildur að hlusta. málið. Það er Ef hann að hefur vera í bara- messu sko, að sitja á okkur hörðum Já, ég veit bekkjum það, það er svolítið þannig. Ef hann hefði búin byrjaði að að setja kynna leysi på þessar kirkjur. Stephen Baldwin þegar hann voru í kórinn, Stephen hefði sagt við hann, gamli, farða á svið og give it your all. Skilur, Já, það er það sem að Stephen har sagt við hann. En þú að fara með þitt slúður hérna út og segja einhverjum öðrum að ég ætla að klára mitt. Varst ekki að segja Bieber, ok? Já, hann er að gefa út nýja fatalínu og fatalínan hans Bieber heitir vist Drew af því að það er millinafn, nei hún heitir The House of Drew sem er millinafn hans. Sem er eitthvað slagast á nafn og fatalinn sem ég hirti, Já, ok? House of Drew. Já, hún er strax komið 1 million followers og það verður að tala um að Ok, hvort að kaupa Versace eða House of Drew? Býtu, haldið í alvörinu að hann sé ekki að fara að mók selja hann Justin Bieber að þessum fötum. Ég ætla að Veistu kíkja hvað er þess á mikið á þetta. að segja blöð, veistu hvað er mikið á Hollywood-stjórnum Já. og svona gæði með svo Bieber sem að byrja með business, opna steakhús eða byrja með fatalínu og tekið það royal shit. Já.
Það þýðir ekki bara að þessi Bieber og náttúrulega House of Drew að sé að fara að móka þessu út. Ég held það. Ég nokkuð, eftir 2 ár þá erum við að ræða að House of Drew hafi tekið the royal shit. Ég finn þetta ekki á Instagraminu. House of Drew, jú. Hvernig Drew skrifað? Skrifaði bara já, þú náttúrulega kannt ekki Ég skrifaði D-R-E tvöfaldaf. Rétt reyndar. Hvað trúðu valdið það nafn? House of Drew. Örgulega hann, því hann yfir þessu. Næsta slúður og það fjallar Channing Tatum. Þannig að, já, eru þið ekki ánægðir með það? Þetta greiða það ekki, það er eða sexy gæðir. Já, hann að selja his bachelor pad. Og hann skrifar thanks for the memories. En þetta var víst, sko, hún ekki það rosalega bachelorlega utan. Hann á lausu það? Nei, hann nefnilega ástæðan fyrir hann að selja his bachelor pad. Hann byrjaði með söngkonunni Jessie J sem kom með mitt hérna til Íslands og hélt tónleika. Dökkar söngkona. Og það annað í þessu sem að stendur hérna í grein líka sem að mér langaði að ræða hans við ykkur að vinir hans, sem sagt vinir Channing Tatum, æsku vinir hans ekkert alltaf sátti með að hans komin á fast því að nú hefur hann minni tíma fyrir þá og þeir voru alltaf að hangi í húsinu. Minna jam og minna óregla fyrir þá. Og líka bara spáðu, þeir eru ekkert Hollywood-stjörnir eins og hann, bara uppeldsfélagarnir, búin að búa með hann bara í húsinu. Þetta er basically eins og Entourage. Þannig að auðvitað eru þeir svektir núna þegar hann bara komið konu og að fara að flytja í eitthvað annað húsinu. Við ekki bara svo þegar Blöð hætti vörð og fór í 70 mínútur og varst ennþá með vörðtrúðan í kringu þig, veist? Þeir voru alltaf að elta þig bara út allt og... Þetta er basically og bara já, bara svo Köst og þeir sem að koma núna með okkur út. Nei, ég bara segja, þú veist, ég er alltaf með saman lið. Færðust að segja með Blöð þegar þú varst kóngurinn. Síðan eru þið búin að röklast okkur nú lífunuðinu á nokkrum árum. Þegar þú keyptir sko íbúðina og komin alltaf með konu og okkar svona, þú ert basically búin að sparka öllum vúrtrúðunum bara í burtu lífinu og bara búin að segja basically bara, herri, farið þið bara að leiði sjálfur einhvers þar íbúð. Já, þeir bygga allir hjá mér. Já, þess að það var helviti góður. Herru, svo ætla ég að enda slúðri hérna á einhverju hvítasta hiski bandarækjana. Það Rob Kardashian, hérna bróðurinn, og Black China. Reyndar nú Rob Kardashian, hann skömminni skárri í þessu sambandi því að Black China, hún neitar að taka á móti barninu sína því hún var að djamma hérna með einhverjum vinkonu sínum og ætlaði bara að láta hann ólétt eða? Nei, hún ætlaði að láta bara barnfósturinn að taka á móti og það vist allt orðið vitlaust því að hún á einhver fyllir í Hawaii og nennir ekkert að sjá barnið, hún vil bara djamma og hafa gaman. En taka á móti, hvað barnið? Barnið var hjá honum, þau skiptast viku og viku. Já, hún vill ekki taka á móti barninu þegar hún á sína viku. Þetta eitthvað sem út eftir að kynnast þegar Sigrún loksins sparkaði og þá skiptist það og það gerist ekki. Nei, ekkert strax. En mónum ekki. En hérna, já, þú meinar og hún bara, nei, ég vill ekki sjá barnið, ég ætla að fara á djamið. Já, hún sagði bara, láttu barnfósturinn að hafa krakkan. Sko, ég er nú nokkuð vel að mér í The Kardashians, en þetta svona liðið sem ég þekki minnst. Það þessi Rob Kardashian sem alltaf með Kardashian og pappi með þekkið Taylor Wade og síðan þessi Black China. Það ekki það? Jó, þau voru komið sinn eigin þátt og ég meina, hvað Og horfði enginn á það? Nei, svo bara hættu þau saman Þetta veitu hver ríkasta Kardashian? Þetta meðlumur? Já, það ekki kendaletur hinn Kylie Jenner Yngsta? Já. Og út af einhverju make-up-línu, hún komin í 1B. Já, hún með gloss. Saman Björki Tór. Já, það rosalega. Nei, saman Björki Tór. Skakaði þess á hann í 2,5. Það 2,5. Það eitt af henni bestu vinum. Já, 2,5. Þetta, það væri ekki líka eitthvað skrítið ef hún væri orðin rík og Björki Tór. Hvað er Björki Tór að gera akkurat? Steindi, þú þekkir hann. Hvað er Björki Tór að gera akkurat núna? Steindi þekkir hann ekki. Akkurat núna, hann mjög líklega á hessbaki með David Beckham eða að fara með Dennis Rodman og hockeyleik. Ég veit ekki, ég ekki tjekka á því bara eftir með það lag. Hann á hessbaki? Eða hockeyleik með Rodman. Já, en málið að hérna með hún ung og hún komin í 1B fyrir make-up-vörðunar, þá ætlum ég að giska á það að hún geti náð Björka eftir 5-6 Ég ætla að leiðir þetta Björka Tór 3,5B. Hann er bara að hækka 1B. Já, bara, sko málið þetta breytist reglulega. Hann á bara ekkert eðlilega mikið að cash. Þetta er einhvers stóð byrjunu 2,5B til 3,5B. Það er rosalegt. Ég sé því einhvern tíma Steindi með B fyrir aftan tölunagina. Þá þurfum að hanga meira samanfélagið. Þetta var slúðupakki dagsins. Hér réttandi á hotnið ringjum við mömmu þar sem hún alveg kynnt okkar fylgist að mamma landsins hann gott djöfaf. KFC spyr, pizza kjúklingur eða pizza? Svarið það skiptir engu máli. Pizza 2 singar kjúklingabringur með pepperoni, pizzasósu og osti. Pizza, næstu því pizza eða bara kjúklingur. KFC. Vélrás, véla- og bifreiðaverkstæði. Sérhæfðir í viðgerðum á atvinnubifreiðum. Vélrás, Álhellu 4, Hafnarfirði. Vélrás.is. Útsölu lok, alltaf 60% afsláttur. Eirberg Stórhöfða og Eirberg Kringlunni. Þú
Hort á suður-ameríska drauminn á Stöð 2 Marathon. Ekki láta ótrúlega ævintýri strákana framöður fara. Tryggðu þér áskrift fyrir aðeins 2.490 krónur á mánuði á stöð2.is. Það eru útsölulok helgina. Leonard Kringlunni. Langar þig að vera þörunafræðingur á heimsmælikvarða? Láttu drauminn rætast og skráðu þig inn á maskmakeup.is, Mask Makeup and Airbrush Academy. Tilboð Nings. Komdu og gerðu frábær kaup á götumarkaði Smáralindar. Útsöluvörur á enn lægra verði. Opið til klukkan 6 í kvöld. Smáralind. Það lifandi tónlist. Öll kvöldvikunar á Dönsku Kráni. Sjáumst á Dönsku Kráni í kvöld. Den danske krå. FM 95 Blöð á FM 957. Í samstarfi við Keiluhöllina og Túborg Léttur. These four lonely walls have changed the way I feel. The way I feel. I'm standing still. And nothing else matters now. You're not here. So where are you? I've been calling you. I'm missing you. If I lose myself, I lose it all. Ef hún tapar sjálfur sér þá, tapar hún öllu, hún Beyoncé Knowles. Þetta lagið Runnin' með Naughty Boy og Beyoncé. Ég að hlusta, Beyoncé. Já, þeir að hlusta FM 95 Blöð hér í boði Keiluhallarinnar og talandi Keiluhöllina þá verða þeir með risa Super Bowl party á sunnudaginn. Það opið, alla nóttina, ekkert alla nóttina, meðan leikurinn fer fram, svaðaleg tilboð á barnum og ég veit ekki hvað og hvað, þannig að þú ert ekki búin að ákveða hvar þú ætlar að horfa á Super Bowl. Chicken wings eða? Já, bara allt á einhverju bolta tilbúði. Opið allan nóttina með svo fólk geti gist heim hjá Coxsacking Joe. Já, við skulum hætta að nota þann nafn. Þetta hérna alveg, þetta ekki klárast ekki 5 nóttina eða eitthvað? Jó, það er opið vel framhættir og þannig að endilega tjekkja á því, það er þetta panta borð og eitthvað hjá þeim. Mér langar að gera eins og ég hef oft sé Baldur Kristjáns ljósmyndara, Sóla Hólm og Þorvald að við gera, sem eru allir æskuvinir, að taka hennar dag all in. Þeir fara í fötin, þeir fara bara og kaupa eitthvað í Costco, bara fylla draslið, það eru hot wings, alls konar kæft, Dr. Pepper, alvöru Super Bowl. Ég var alveg til í það. Við þurfum að elda þessa hefð. Já, en það er eins og að koma að dagskrárlið sem heitir Ef þú yrðir. Og svo förum við í sessandi símtal hér rétt og eftir. Eru þið tilbúinir, drengir? Já, þetta er alltaf svolítið erfitt hjá þér. Nei, samt fyrsta spurning, ef þið yrðuð að vera með einhverjum í fangaklefa í 3 ár, hver yrði fyrir valinu? Seth Sharp líklegast, sko. Seth Sharp? Af hverju óskum? Sko, málega það, ef maður pælar aðeins í þessu, hver er þægilegur? Við þekkjumst ekki alveg nógu vel. Þetta ok, ég var svona fljótfær. Mest random svar sem hann svaraði á nanosökundu. Já, okkur áttu með hann hugsaði þetta ekkert. Var hann labba fram hjá þér að hann? Já, ég sá hann þetta en málega er að, sko, ok, sá sem er snirtilugur, hann þyrfti að vera snirtilugur. Við erum í sama klósetti allan daginn. Ég myndi ekki, Pétur Jón Sigfússon gæti verið fítandinn. Mér finnst þetta mjög gott svar. Pétur Jón Sigfússon gæti. Já, ég veit ekki, sko, þetta er 3 ár. Þú veist, þannig ég hugsa með mér, ok, sko, ef við erum hugsað þetta, sko, ok, þessi 3 ár. Ég vil læra eitthvað þessu 3 árum. Hvert get ég sett hann inn, sem getur kent mér eitthvað hverjum degi í 3 ár, við komum út bara þetta er ekki 16 ára helmingi gáari fórinn. Á, hvern tekur þú með þér? Þannig að eða er ég að fara í eitthvað samlífsár og þá ekki ég valdi Björn. Þú veist, ef ég er að fara í Jesús almáttur. Ef ég er að fara í þannig 3 ár, sko. Hvað myndir þú setja inn í 3 ár með valdi Björn og svo var þið bara í 69 alltaf það? Nei, ég er bara að tala ef ég er núna í hugsa upp átt. Já, við heyrum það. Já, ef væri ég til í, þú veist, að ræða líkasagt í 3 ár, menn tæki ég bara Slæ eða Magabess eða Arnold. Ég tæki líklega Björg og Tór og myndi gefa mér business tips og hverjum degi í 3 ár. Þannig að Björki Tór og þú er í einum klefa og þú og Pétur Jóhann í hinn. Hvað læra á Pétur Jóhann í 3 ár? Aðeins betra svar hérna. Ég reynda valdi ég Seth Sharp til að byrja með. Já, sem var ennþá skrýtnað. En málið er að það er mjög gott að taka Björka með sér í klefan þetta, því að ég hugsa að það verður svona eins og í Goodfellas að hann myndi örugglega geta græjað aðeins stærri klefa og við værum að drekka rauðvín á kvöldin. Við værum ekki í venjulegum klefum, sko. Hann myndi örugglega bara gera eins og vinur okkar frá Kólumbíu, láta bara smíða sitt eigið fangelsi. Hann var heldur vel gert þarna hjá honum Pablo Escobar. Herðu, þá er á næsta. Já, það er nýtt twist. Steindi, nú ert þú aðeins að fara út. Að fara út? Já.
og þegar ég gerir svona með puttanum hann mútt koma aftur inn. Drullaður bara út. Jú. Þetta er nýtt konceptablu út. Nýtt tvist, þú mátt ekki að heyra hvað Egill segir. Alla leið út. Þetta eru 2 skref, Steinþór. Þú skal tala að það byrjar í ræktinni. Þegar ég gefði puttan, hann mútt koma inn. Heil 2 skref. Ok, ég ætla að byrja, Steindi má náttúrulega ekki heyra svarið þitt. Egill, ert þú tilbúin? Já. Ef þú yrðir að berja Steinda eða sofa hjá honum, hvort myndir þú gera? Þú myndir alltaf að sofa hjá honum. Frekar en að berja hann? Berja Steinda? Nei, ég meina, annað þú myndir frekar taka hitt að sofa saman. Já, þú veist, það er bara... Ég er að tala um að stunda samlíf. Já, við erum bara báðir saman, bara að fá glas af rauðvinu og allir feskir, það getur ekki eitthvað... Jú, en ekki hvað? Já, ég bara, þetta er ekki þannig, bara 2 saman félagarnir og Fortnite og mögga, það er ekki þannig. Ég er ekki bara að lemja Steinda. Ok, Steindi, mátt koma inn. Já, þú þarftir eitthvað ekki að fara út af því þú ert búin að svara í þetta, en þú mátt ekki blanda þér neitt inn í þetta. Þá spyr ég þig, Steindór, sama spurning. Ef þú yrðir... Það er asnælt að hanga þetta fram að gangi, sko. Nei. Og ég lendi bara í fullt af einhverju chati og... Þú varst í 20. Það er bara í beinni útsendingu. Þú varst í 15 sekúndur og gangi, sko. Já, ok. Ef þú yrðir, Steindi, að berja Egill eða sofa hjá honum, hvort er þið fyrir valinu? Að berja Egill eða sofa hjá honum? Já, ég myndi náttúrulega sofa hjá honum. Það er máli. Já, við myndum... Hann ætlaði að berja þig eins og hard. Nei, er það Egill? Svaraðu réttu. Já, ég myndi... Ég ætlaði að slaka inn í þig. Já, það er bara að berja þig, sko. Máli er að ég myndi sofa hjá honum. Hann sagði það saman. Já, svo myndum við bara eftir á, þú veist. Bara fá okkur að Heineken. Við erum gagkinniðir, báðir, og við erum bara félagar og við erum bara konur og allt þetta. Þannig að ég myndi basically, við myndum bara sofa saman. Svo myndum við bara setjast niður og kveiki einu vindli og vera bara djöðsrugl, maður. Nú þurfum við bara að taka þetta á kassan og þetta þarf ekki að breyta neinu. Taka bara 6-pakka túborg og... Já, ég bara, þú veist, bara, þú veit, einhvern veginn, við tökum þetta bara á kassan, sko. Sem fyrir út á svalir og svona djöðsruglir og okkur. Já, við myndum hafa að vera gaman að þessu. Það væri líka ljótt að berja. Já, það er miklu verra. Getur ímyndað að vera lúberri í einhvern vinn og hann bara liggur og það má ekki verja sig. Gæti ekki laga með þetta stendir enda, sko. Hann myndur ekki að lemja mér svo harfisk, hann er mjög góður í gólfinu, sko. Já, hann mætti ekki gera neitt. Það er gilsarinn í gólfinu, sko, var í vesinu, sko. Já, við myndum basically, þetta væri fallið aðtöfn. Hann er UFC sérfræðingur, sko. Þá er það næsta, já, ég meina Þú lemur ekki Steindu, ég lofaði því. Nei, en það er menn, veist, Rikki er mjög góður að lýsa fótbolta en hann er ekkert endilega bestur inn á vellinu, sko. Það er hræðilegum á vellinu, sko. Þá er það þriðja og síðasta, ef þið yrðu að skýra ykkur eitthvað annað, hvaða nafn myndið þið velja? Það þarf að vera íslenskt, þannig að þið með ekki velja Rocky eða eitthvað svona djöfisins kjaftaði. Það var ekki geggjað þetta Rocky. Er engin íslenskur heitir Rocky? Nei, það má örugglega ekki. Mitt eftir strax í hug eitthvað svona. Hvað er svona nýtt og sexy í dag? Er það ekki eitthvað svona Tristan Blær? Tristan Blær. Þeim myndi farið það, Tristaninn. Mikael er heitt. Mikael, já. Fallegt nafn. Aron er on a heater. Einar Mikael. Einar Mikael. Það er minna fallegt nafn. Geggjað. Ég átti að heita Davíð. Nei, ég átti að heita Daniel. Daniel? Já, það verður Daniel Blöndal, það er rosalegt. Danni Blö? Já, Danni Blö var ekki hérna á móti mér núna. Nei, ok. Já, ég myndi segja... Hver sokkaði Danni Blö? Var það pappi eða mamma? Pappi fekk í gegn, ég er skýrður í höfuð og afa. Við erum alnafnar. Ok, þú búin að þakka húnu fyrir það? Pappa? Já, sko, en á leiðinni inn í kirkjuna átti ég að heita Daniel. Daniel? Það tekinn last minute bara. Borgaða mannurinn Daniel. Það er þetta gaman að geta verið blöð væri núna. Þá væri með þann brandara allar. Borgaða mannurinn Daniel. Þannig að hvað það velja Steindi? Bara svo við klárum þetta. Ég var að hugsa um að heita, það var annarkur Tristan Blær eða var ekki Nikolás? Já, ég var til að heita Silvester. Já, en Helgi Silvester Einarsson. Já, ég myndi vilja heita Helgi Rafael. Já, frábært. Geggjum nöfn hjá okkur báðum. Jói P. og Króli, þeir eru nú tilendi til nokkura hlustendaveluna og já, hlustendavelunin eru núna annað kvöld. Já. Þannig að það verður einhver stemmingin í Háskólabíói. Að kynna ykkur velun? Nei, við erum að mistu stýramann. Við erum alveg, það er brjála að gera hjá okkur maður. Við getum ekkert verið út allt maður. Það er þetta verið gaman. Það er verið mjög skemmtilegt, sérstaklega því að sko þessi keppni hefur sjálfna verið ströng, hún er rosaleg. Já, það er verið að segja. Þetta er nýjamt. En það er hins vegar komið að,
það er komið að símtölum hér hjá okkur í FN95 blöð því að eins og Steindi kom inn á í byrjun þáttara þá voru valdir heitustu bólfélagar Íslands á DFF-daginn og svona skemmtileg könnun því að það er alltaf hægt að fela sig á bakvið og það voru bara nokkur álitsgjafar og þetta urðu nöfnin þannig að við hugsaum okkur getur við ekki verið með okkar eigin reyndar tengdum DFF inn í það til þess að ljúga að þeim sem við erum að hringi og fundum upp svona nýja skrýtna titla sem dæmi að við ætlum ekki að byrja með en hún var kynþokkafylsta mamma landsins samkvæmt DFF sem er rétt með reyndar hárrétt við ætlum að hins vegar byrja á Simma Will og Money Sim við hringdum í hann, ég ætla ekki að segja hvað hann var valinn þið heyrðu það bara hérna í símtalinu, við skulum tjekka hvað Simmi Will var valinn af DFF í nýjustu könnunni. Simmi Will Sælinu, hvað segirðu kannski? Hvernig ertu? Þetta er Auði og Steindi. Þú ert hérna í beinni útsendingu á FM957. Er það að tröfla eitthvað? Nei, ég sitt á klósettinu. Ó, vel gert. Ertu á dollunni, Simmi? Ég heyri það, þú ert ekki svona að grínast. Ég heyri bergmáli. Já, það er líka gott að þú sitir því að við erum með rosalega fréttir. Nú? Já, það var, ég veit ekki hvort þú hefði séð það en það var að koma út nýr listi átna hjá DFF. Já, þú varst valinn ríðulegasti rauðhærði milljónamæringurinn. Var ég valinn hvað? Þetta er sérst listi sem það byrtist listi eftirsóttustu bólfélag Íslandsundaginn. Já, svo er það búin að vera uppbreytið eitthvað. Það kom nýr listi í dag. Og það var, þú varst valinn ríðulegasti rauðhærði milljónamæringurinn. Bara til hamingju með þetta? Já, og þetta finnst ykkur bara að vera eitthvað sem að ég þarf að vita á. Þetta, bara við vildum láta það sem ég sita á náðarhúsinu Reyndar getur mist hitilin við þetta. Það er ekkert rosalega sexy að hugsaðu vera skítandi og með að fara inn á titil sko. Það er þessi umræða ekki heima þar. Þetta er bara galið. En hvernig tekur í þetta? Ertu stoltur af þessu? Það er rugli. Málið það, þú ert kosin þetta ríðulegasti rauðherði milljónamæringurinn. Sterkur titill. Þetta er sterkur titill en það er ákveðið skemmtur að setja skýta. Er þetta innanlands eða alþjóðlega? Þetta var bara innanlands einhverju 10. Já, þá hef ég ekkert þetta að gera. Þetta kostar ekki neitt. Til hamingju með þetta sinni. Þetta er svo rugli, já, æðislegt, takk. Og eigum góða helgi. Já, og fara á krumpi kúlu og skeindu þér. Þetta er ekki hægt sem Þetta er klipp á þetta allir höfðarpröfu þetta samtal. Þú missið titilinn annars. Já, þú hefur alltaf fáið okkur rosalegasta titil allra tíma og þú ert á dolluru þegar við erum að segja það frá þessu. Já, nú fara Eiríkur Hauksson þetta skuldlaust. Bye. Þarna var Simmi Will, hann var valinn ríðulegasti rauðhærði milljónamæringurinn. Money Sim. Já, svo hringdu við Steindi strax eftir þetta símtal í móður mína og hún mann nú hluta þessum þætti fyrstu árin. Við Sveppi vorum alltaf að ringja hana því hún vildi ekki tala við okkur. Hún hefði gaman að heyri þér. Já, ég veit ekki með það. Í gæsalöpum. Hún sendi mér SMS þegar þetta var búið, þú spilar þetta ekki en að sjálfsögðu spilum við þetta. Og hér kemur móður mín, hún var valinn kynþokkafylsta mamma landsins. Sjáum hvernig hún tók ég það. Já, halló. Mamma? Já. Hæ, Drauti. Já, hæskan. Hvað segir þú þetta? Ég sé alltaf ágætt bara en þú. Jú, ég er góður. Við erum án í bíó í kvöld, ekki? Jú. Ná, hérna við ætlum að bjóða í mat á undan og eitthvað. Ok, frábært. Og það er nú líka alveg bara tilefni til að skála. Við getum þetta að skála þegar við fyrir í bíó. Nú? Já. Varstu ekki búin að sjá hana DFF.is? Nei, hvað er það? Þú varst valinn kynþokkafylsta mamma landsins. Ég er ekki allt í lagi með. Kjastur er þetta í það, drengur. Bjóstu við því? Auðun, ég hlust ekki á svona kjastaði. Steindi getur staðfesta þetta. Komið þetta eitthvað óvart eða? Herðu. Þú ert að vinna hellinga mömmum á það. Auðun. Kynþokkafylsta mamma landsins. Ég hlust ekki á þetta helvitis kjastaði. Nei, ángriðs, þú varst að vinna fullt af mömmu. Þú varst að vinna mömmas Péturs, mömma Sveppa, mömma Steinda. Viltu hætta þessu bulli? Ég segi bara þessu byggi, hættu þessu bulli. Getur þú sagt okkur eitt? Nei, já, hvað það? Hvað er sem gerir þig að kynþokkafylstu mömmu landsins? Hegju þau. Nei, bara, Hatti, ef þú þyrftir að Ég er að vinna, ég hlust ekki á þetta helvitis. En Hatti, ég heyri þetta komið greinilega óvart og smáur jafnvægi. En ef þú tekur til dæmis mömmas Péturs og sjálfa þig. Hættu þessu kjaftaði. Hvað gerir þig að kynþokkafyllri mömmu en mammans Péturs til dæmis? Hver er munur þar? Ég hlust ekki á þetta kjaftaði, hegju þig. Verðið blessaðir.
Mamma var ekkert að grínast. Hún var ekkert að djóka, hún nefndi sig ekki neitt. Hún nefndi þessu lull. Alls hvað þið sjálfur. Það svo látt sér að hringt í hana líka. Já, þetta var, mamma hún tók ekkert allt og vel í þetta. Og vel reið. Já, hún bara nenni þessu öruglíki. Já, hún hafði enga hún fyrir þessu. Nei, en svo var komið að þriðja og síðast og þá ákveða að hringi Jón Gunnar Geirdal. Já. Nefna við vorum í miklu vesennistindi, hvað við ætlum að láta hann hafa verið valinn. Já. Svo fórum við að hugsa eitthvað, hvað væri svona ógeðslega hallarislegt að vera valinn. Já, ég meina, þú veist, ég veit að hann er náttúrulega alltaf með puttan í öllu. Já. Hann er svona, þú veist, hann er með pizzastæði og er svona og er að fá rappara og svona. Já, og er að tala við rapparana. Hann er að tala við alltaf rappara, sko. Þannig að hann fekk góðan titil. Já, við ákveðum að hefur kannski bara leifað að koma í ljós hérna. Við skulum leifa að koma á það. Við ákveðum að finna eitthvað sem okkur finnist hrikalega hallarslegt. Við skulum heyra þegar við hringdum í Jón Gunnar Geirdal. Jón Gunnar. Er það Nonni Tattoo? Tatman. Einhvern svo leiðis? JGG. Já, hver er þar? Man of many pizzas. Hvað segir G-Tat? Já, alveg. Hvað segir King of Pizzeria? Hvað segir Pizza G, Johnny Tat? Jésús, Mario Jósef. Herðu? Það var langt ég fengið síntal, ég var nætti bara að gleyma því að halló lattur aðurlössu og þið tókum við. Sko, það var að koma ný könnun og við verðum að heyri þér og... Þú ert sköllóttur, ég er ennþá sköllóttur, ég er með bumbu, Nei, Jón Gunnar, þetta er ekkert svoleiðis, það var í alvörunni að koma inn núna... Og koma góðskæði til aðmyggjum? Já, það búið að vera að defa alls konar listar, það voru náttúrulega eftirsóttustu bólfélagar Íslands daginn og svoleiðis. Það var að koma nefnilega nýr listi sem er helviti skemmtilegur. Eftir svo til miðaldra menn með ekki tár og aftamar börna. Nei, alls ekki. Ekki þú? Nei, alls ekki. Segðu hann á stendi, hvað hann vann? Þú ert mest í kúlistinni 30+. Jésús. Ágríns, það er búið að velja þessi kúlistan. Þú ert kúlisti landsins 30+. Mest í kúlisti landsins 30+. Já, til lukku með það. Ég er að finna fötu til að gubbi. Þetta er að defa. Jón Gunnar Geirdal, búin að vera aktífur, alltaf með puttar á púlsinum, veit alltaf hvað er í gangi, veit hvað unga fólk er að bralla, hann er mest í kúlisti landsins 30+. Það er kjána hólla fórhúðuna. Þú er minn, almátt. Þú ert með trendi veitingastæði, þú ert með puttan í öllu þessu helsta, þú ert kúlisti, 30+ kúlisti. Við bara til lukku. Ef þú segir kúlist einu sinni þá vex hár á Auðun Blöndal. Sko, þú ert ekki kúlist inn, þú ert kúlist 30+, ekki gleyma því. Já, ég er ekki kúlist inn 30+, það er ekki 40+, en ég er 30+, ég ránaði með það þetta. Já, og bara innilega til aðmyggi, hvernig ætlar að fagna þessu? Með að gera eitthvað kúl. Það er ekki raskat, sko. Þú getur að gera eitthvað kúl í kvöld, sko. Já, ég ætla að gera eitthvað kúl í kvöld, það árið. Ég ætla að fara í hurra og vesla með föt. Bara í lokin. Og það er hella áfengi í hárið sem ég áttinni svona á prikinu. Bara svona í lokin, Jón Gunnar. Já. Nú eru örugglega fullt af liði, svona einhverjir gaurar og fertugsaldri að hlusta. Sem er ekki kúl. Ef þið erum eitthvað ráð, hringdu þá í skýrhaustin og þegið. Og þeim langar kannski að vita hvað er kúl. Hvað gerir þið kúl, Jón Gunnar? Bara hvað er kannski með eitt ráð, bara hvað er kúl? Vá, ekki að hlusta á trúðulegtina, sko, byrjum á því, sko. Þetta var góð. Herðu, kúlisti 30+, þvílíkur heiður hérna. Ákveðin skellur. Takk fyrir okkur og til hamingju, þú fagnar þessi kvöld. Já, takk fyrir ekki neitt, aftur, bæm. Hann er algjör kúlisti. Já, ógeðslega kúl hvernig hann kvatti. Tísanó inniheldur ekkert PFC. Parkett og golf gerir hús að vistvænu heimili. Síðustu dagar útsölunar helgina. Leonard Kringlunni. Nú fæst Risa Opalið í 4 bragðtegundum sem eru hver annari betri. Hafðu Risa Opal ávallt innan seilingar. Opal bætir andrúmsloftið. Þú getur hort á suður-ameríska drauminn á Stöð 2 Marathon. Ekki láta ótrúlega ævintýri strákana framöður fara. Tryggðu þér áskrift fyrir aðeins 2490 krónur á mánuði á stöð2.is. Góðan daginn, kæri nágranni. Ertu búin að fá ávísununa frá okkur í pósti? Apótekarinn. Lægra verð. Markaðstorg IKEA er hafið og verður opið til sunnudags. Þú getur gert frábær kaup á völdum vörum, bæði smávöru og húsgögnum. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA. Íslenskar flísar.
S. Helgason steinsmiðja síðan 1953. FM 95 Blö á FM 957. Í samstarfi við Keiluhöllina og Túborg Létt. Þetta Shawn Mendes með Lost in Japan. Þeir eru á FM 95 Blö og við þökkum ykkur kærlega fyrir það. Týndur í Japan. Já, týndur í Japan. Styttist í vondatið. Ég dró Pétur Jón Sigfússon með mér inn í klefa í gær. Það virkilega skemmtilegt. Spurningakefni Gils hans hér réttandi af hotni og hann ætlar að fara í King of Cold. Það verður örgulega áhugavert en það er hins vegar bransasögurnar beint og bransasögurnar. Hvað, erum við með nógan tíma í þetta alltaf? Það er vel. Þetta verður þéttur þáttur hjá okkur í dag. En það er komið að mynduri fyrir Kess og ég fekk heiðurinn í dag að sjá þennan gamla og góða dagskrálið. Okay. Og spurningarnar eru 3 eins og alltaf. Já. Og ég ætla að byrja þetta strákar. Ég ætla að byrja þetta bara svolítið heiðarlega. Já. Þetta er bara... Þú er ekki verið með þetta í smá tíma núna? Nei, þetta er bara alveg spurning sem þarf að hugsa eins. Ég ætla að byrja ykkur að hlaupa ekki í svarið. Mynduðu tala dönsku sem eftir er sama í hvaða landi þið eru stattir? Mættu einungis tala dönsku fyrir 700 milljónir króna. Já, þannig mætti aldrei tala íslensku eða ensku aftur. Aldrei, þú máttir ekki tala ensku ef þú verður að ferðast. Mættir ekki tala íslensku í matabóð með fjölskyldunni öllu. Í rauninni þyrstu helstu vinninir að bara pick up. Ég kann ekki eins og dönsku sko. Hún kemur hratt. Já, reyndar. Danska er til leiðilega tungumál. Nei, eiginlega ekki. Og þetta eru 700 milljónir. Þetta er rosalega upphæð. Ég held að ég þurfti að segja nei. Ég get ekki verið að tala dönsku bara við Sko þetta verið þýska. Já, það má maður segja strax já. Spænska verið gott. Spænska, já. Þessum er enska, danska. En við getum orðað þannig að þetta er svona upphæð. Þú þyrftir aldrei að hafa áhyggjur af neinu sko. Getur ykkur útskipt fyrir mér af hverju það er verið að kenna dönsku í skólum í Íslandi? Það er ekki einhvers við getum útskipt. Það er náttúrulega, það ætti náttúrulega að vera að kenna spænsku. Það er náttúrulega fárlegt. Nei, þetta er nei hjá mér. Ég get ekki verið að tala ég get ekki snakkið danska bara, ekki segja. Þú tala sænsku samt eða ekki? Ég prata lítið svenska. Með fafa? Jeg pratar lite svenska. Ja, då gör jag. Ja, frikadeller och... Fy fan vad det är. Oj, det är jävsläpp på danska. Jag hittar lägga in i kringeskogen. Just du här en... You can see en igen. Jag säger nej. Och leda ett omen. Hvað segir þú Egill? Þetta er bara auðvitað nei aðeins. Já, ég myndi ekki gera þetta fyrir 3 miljardar. Þessu hvernig hún segir brokkvöldur Egill? Pindsvín. Pindsvín? Pindsvín, já. Herðu, þið segir báðir nei. Ok. Þetta er erfitt, ég meina 700 milljónir. Við erum að tala hús og bíl og allt það og jafnvel ekkert að vinna, þú ert bara slagur. Já, og ekki nenn að tala við þetta. Þannig ég er góður. Þá er önnur spurning, mynduðu samþykja 25 milljónir beint inn á reikning ef það yrði alltaf prumpulykt af ykkur í 3 ár? Já. Beint í á? Hvað er í kass? 25 milljónir. 3 ár. Prumpulykt af mann í hvað langur tíma? 3 ár. Það er nei, samt. Þetta er, og við erum að tala þetta er ekki 10 miljón ári. Nei, ég þekki þetta ekki. Þetta er líka svona meðfram kúka prumpulykt sko. Þetta er svona framjákúkslykt sko. Þetta er súrlykt sko. Þetta er góð upp að hjá þér sko. Þetta er bara svona, maður þarf að íhuga þetta. 25 hana. Ég get ekki ánga að skýta í 3 ár. Þetta er leiðilega 3 ár sko. Hleyft okkur inn í hausina Egill, þú ert að velta steinum. Nei, bara ég geti verið erlendis í 3 ár eitthvað. Já, sko fyrir 25 miljónir. Já, það er bara einhvers staðar sem kostar ekki raskat bara til, þú veist, veit ekki, þetta er Póllands eða eitthvað og er bara þar og eigði engu eftir 3 árin og er bara prumpulykt af mér og kem út í góðum plús. Það er svona tekjutöp að fara úr vinnunni í 3 ár. Góða punktur. Þetta er nei, þetta er létt, nei, þetta er alltaf lítið. Þetta er að vera 100 miljónir. 100 miljónir? Ár hefur verið sanngjarnt. Maður getur skellt ekki árskell í 3 ár. Við erum alveg að tala það að þegar þú lappar inn í hópfólks, eða þú veist, þú lappar fram hjá einhverjum, þá er hann alveg, það var svolítið sterk lykt á honum. Já, bara aldrei. Hver heldur að vilja það? Það er með í login. Þú færð samt alveg hellingin á bókina. Já, nei, ég er góður. Nógun á bókina. Ég vil freka að vera fátakur og lykta vel. Blöð á nógun á bókinu, sko. Nei, þá ég ekki. Egill, hvað segir þú? Ég hendi nei á þessu. Þú hendi líka nei þessu, ok. Þá er þessi hérna, hún hljómar ógeðslega í byrjun og hún hljómar í rauninni bara viðbjóðslega sem hún er, en þetta er rosalega há upphæð og þið verðið að velta steinum í það. Mynduð þið sleikja kamelgula sígarettufingur á nýræðu manni á hverju mótni og láta hann svo hnerra upp í ykkur leið og þið vaknið þið vaknið þetta er nei síkoputti upp í þig og hnerri framan í þig
Nærrið eiginlega verra sko. Já, býttu í 3 ár okay. Í 3 ár á hverjum degi fyrir 2,5 B Sam og Björki Tóra 2,5 B, þú vaknar og það fluttar með því og svo framan í þig á hverjum mótni í 3 ár og þú har 2,5 B. Já, ég gerir þetta Þetta er já hjá mér Þetta er 2,5 B. Þú frauka 3 ár ónæmiskerfið, þetta er bara sterkara fyrir viki og þú bara getur fara að chilla með Björka Tór. Þetta er nýræður maður. Já, mér er alveg saman hvað en þetta er bara leiðilegt í ykkur að 3 sekundur sleiki pötun og fann neri og síðan bara alla daginn eftir. Hefur þú séð einhvern tíma svona tóbaksgula fingur af gömlu fólk? Nei, ég reyndar ekki Það er vel gulir. Þeir eru bara alveg, þeir eru skergulir sko. Þetta er 2,5 B. Þetta er bara, þú verður ríkasti maður Íslands. Já Og líka málega, þarna getur fengið að hanga með Björka sko. Því að þú fær ekki að hanga með hún og eigir nokkar B. Við erum áttu kollegar bara. Ímyndaður þetta, þú vaknar, þú fær puttan upp í Ég átta með en svo leið og þeir eru farnir og þú bara með þetta bragð og geispar kannski, nývakna, hún er bara 7:30 eða eitthvað, þá er nærrað upp í þig og hann er nýraður á hverju mótni. Já, ég segi já. Þetta er bara málega stendur út að bjóða það góð upp að rosalega upp að það er ekki hægt að segja því miður, sko, hefur þú sett á þetta 30 M, eitthvað svona bara, þá hefur það alltaf bara sagt nei. Já, en þú veist 2,5 B Þetta er snekkja sko. Já, maður getur ekki sagt nefnir. Það er bara þannig miður, sko. Það er já okkur báður. Við vorum sammála allt. Já, þið voru sammála allt. Þið myndu ekki tala dönsku alla ævi. Þið myndu ekki ánga prumpulitt. En þið myndu sleikja gula fingur alltaf nærru upp í ykkur. Þið eru bara já, ef ykkur vil sponsa þetta, þá er ég klár. Þið eru kostulegir strafna. Þið eru alveg kostulegir. Hér er komið, nýjasta föstudagslag FM 95 Blö. Sverrir Bergmann og Halldór Gunnar með Shallow. Og ég minni að það er að kaupa miða á föstudagslöginin á miði.is. Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Tell me something, boy. Lag hjá Svessa og Halldóri Gunnari hér í FM 95 Blöð. Það styttist í spurningakeppni Gilsarans sem við vorum að ræða hérna drengir að meina lagið var í gangi. Þessu svalur, Bradley Cooper væri. Og ég held að ef ég ætti að gera lista, ég þarf ekki að gera lista, ef ég ætti bara, ef einhver myndi að segja við mig ok, þú verður að sofa hjá einum kallmann í heiminum, hvern myndir þú velja? Hann yrði verið valinn hjá mér og það yrði easy choice. Já, þú trefur á honum. Já, mér finnst það bara geggjaður. Þetta þyrfti ekki eins og að vera í ykkur flippi. Ég myndi bara segja já held ég. Þið finnst hann huggulegur? Já, bara huggulegur og svalur og góður einhvern veginn. Já. Hver var ég hjá ykkur? Þetta er svakalegt. Hver er í efsta sæti á listan meikar? Ég hef nú alltaf sagt þarna Seth Sharp. Hvað er hættur? Ég hef sagt það. Er það nýjasta fórnalambið þetta? Hann er bara harður Seth Sharp maður. Já, ég hef alltaf verið mikill Seth Sharp maður. Það er alltaf einhverja menn á heilan. Ef það er ekki eina Mikael, þá er það Seth Sharp. Herðu, strákar, hvernig getum við haldið áfram með þátt án þess að koma inn á það? Ég er Reykjavíkumeistari í Fortnite. Hversu mikill sokkur er það upp í þig? Þú er búin að kalla mig slakasta Fortnite-spila landsins núna í marga mánuði. Ég er ekki búin að kalla það út af því að ég heyri bara í fans sem bara segja mér á. Ég keifti það sem mæti þú á rafíþróttamót og tekur það niður. Já, þetta er rafíþrótt. Sko málega ég veldi fyrir mig hvað gerðist þarna. En nú þurfum við að hafa hægt að gera grína. Varstu með svona góða markara, hvað gerðist þetta? Já, hann var með Messi Fortnite á Íslandi. Það var það sem gerðist. Málega það, ég var með It makes sense now. Málega það, ég var með Smára sem er eitt besti Fortnite-spilari, ef ekki besti Fortnite-spilari landsins. Þú varst bak við runna og hann sá maður drepa það. Nei, svo fórst þú fram, hvað, er þetta búið? En málega það, mín taktik var þannig að hlaupa. Ég ætlaði að vera í runnunum en svo átti ég bara helviti gott mót sko. Ég var on fire Varstu með mikið headshots? Nei, þú veist, ég var með nokkuð kills og við bara klárum þetta, við gengum frá þessu. Hækkar í áliti að Fortnite spilur í landsins? Já, ég held að nördi í Reykjavík hafi þarna verið að ranka með að svo var sko. Varstu með byggar? Byggar, ég er með medalíu frá Reykjavíkumótinu. Þetta er rosa. Það getur hver sem er keypt medalíu. Þetta er rosa. Þú voru að gera ekki fyrir þetta er Reykjavíkumótið. Ef þú var laus þá myndi að skera þér 0 samlífi en þú fær samt geggja mikið props á stórum hópu Ísland. Þú voru að gera ekki fyrir þetta er Reykjavíkumótið. Það verður að keppi í hástökki og langstökki og dans og öllu dótinu og í rafíþróttum og það er fólk alltaf að gera grína því að vera að keppi í rafíþróttum en
þú mátt ekki gleyma því, þú þarft ekki að vera eitthvað fysikul. Hver var Íslandsmeistari í veipi? En málega það er keppt í skák og það er keppt í pílu. Það er ykkur fyturlungur að henda í spjald pílu. Þannig að þetta er miklu meiri færni sem það er þarna meiri segja. Þannig að það er ekki hægt að skjóta niður rafíþróttir. En af hverju satt ekki Mansves með neitt titil og búin að spila þetta miklu lengur en þú eða bara töluleiki? Því að Mansves er náttúrulega búin að jarða sig inn í ykkur kjallara inn í Arvík og spilar bara eitt leik og eitt leik only og Destiny. það er Destiny og Destiny 2. Þessi leikur er hans Destiny. Já, hann er ekkert að spila neina aðra leiki og sérstaklega leiki ég held að sé ekki keppt til dæmis í Destiny, þú veist að keppi Counter-Strike og nú í Fortnite og alls konar leikjum náttúrulega, en Destiny þú ert bara basically að tilengja lífið í Destiny. Eitt og þetta útskriður sem út af því að gamers gera tvent, þeir spila og hrista sig. Hvernig er þetta þegar þú ert í Laugardalsvöll? Þeir gera náttúrulega, það er ekki það. Það var enginn að hrista sig í Laugardalsvöll. Það var enginn að hrista sig. Þú veist, er traffikin á salinu eða hvernig er þetta? Þetta var rosa traffík. Já, málega núna þurfum við strákanir eftir nýflu að taka hennar stimpil af spilunum. Ok, segðu mér eitt, þú voru að segja mér satt. Var bankað á þig þegar þú varst að hendi þitt? Haldið í alvegni að einhverjir íþróttamenn séu bara að fróa þér á fullu með að spila tölvuleiki. Hætt að kalla þetta rafíþróttamenn. Þetta er til rafíþróttir, Google it. Þetta er íþróttagrein og hún veltir meira en flest allar aðra greinar. En hei, þú ert einn af okkur hérna í FN95 blöð og við óskuður innilega til hamingju með þetta. Takk fyrir það. Strax eftir auglýsingar fyrir við í spurningakeppni Gilsarans. Útsölunni lýkur á morgun 20-70% afsláttur. Vóg fyrir heimilið. Helgina eru síðustu dagar útsölunar. Leonard, Kringlunni. Nú eru síðustu dagar útsölunar og enn meiri verðlækkun. Götumarkaður og ótrúleg verð. Kringlan af öllu hjarta. Ertu í grendinni? Nings. Ekki klikka. Komdu á óvart í ástarlífinu með ástarleynd frá Purity Herbs. Komdu og skoðaðu umhverfisvottaða My Style harðparkettið í Bíkó. Verðhrun á útsölu FNF. Allar útsöluvörur á 70% afslætti. FNF. Það er komið á úrslitastund í ameríska fótboltanum. Super Bowl 53. Einn stærsti íþróttaviðburður í heimi með sína hálfleiksýningu þar sem hljómsveitin Maroon 5 er aðalnúmerið. LA Rams, New England Patriots. Sunnudag 22:00. Stöð 2 Sport. Besta sett. FM 95 blöð á FM 957. Í samstarfi við Keiluhöllina og Túborg Léttul. Sinni mér, sinni síni þeim. Hörku helgin, ég tók mér heim. Ég down ef þú ert game. Segðu mér. Sinni mér, sinni síni þeim. Þetta er herra Netusmjör og hann er að keyra hér í FN95 blöð. Klukkan orðin rúmlega 5. Þetta er ekki lengi að líða þegar það er gaman. Og við erum á leiðinni spurningakeppni Gilsarans. Það er Super Bowl weekend og það ertu ekki búin að ákveða þú ætlar að horfa á Super Bowl og þá mæli ég með Keiluhöllinni. Það verða tilboð alla nóttina og þvílík stemming. Þeir eru líka konum með nýjan shake sem byrjaði í dag á Shaken Pizza sem heitir Valentínus shaken. Hvað var þeim Rikka G? Kleinurringa shaken? Hann er ennþá til. Spurning hvort hann gangi eitthvað, við þurfum að tjekka því. Já, hlýtur að vinsast í shaken. Já, en ég mæli með Keiluhöllinni til þið ætla að fara að horfa á Super Bowl einhvers staðar. Egil, hvað kom með þér? Já, það er keppni dag sem heitir King of the Cold út af því að því ég farið í bílinn núna undanfarna daga þá hefur staðið -9 eða -10 í mælaborinu sem er ógeðslegt og ég hati þetta land þó skal ég fæðist á til dæmis Suður Afríku sem þú varst blöð geggja rauðvín og geggja steikur og ljón. En er þetta eitthvað svona sem að vill endilega vera? Og ljón geggja steikur og heitt og ljón. Hann heitir 2 ljón. Nei, ég sá 6 ljón. Það tókst bara mynda 2. En mér finnst bara að segja, þú veist, finna þessi þriðji hluturinn sem þú nefnir í kost, bara vildir bara hafa fæðstar, sko. Já, það er ekki ljón hér. Við erum með ketti. En er þetta einhvað, það er ekki töff að vera King of the Cold? Jú, það er þetta kannski bíntöff. Já, þetta er bara spurning, hver höndlar kuldan betur? Þegar þú veist, ég er auðvitað ekki vel. Ég skilji. Ég hleyp út í bílum átana og ég reyna að starta bílum allan svona hálftíma á henni fyrr. Já. Maður höndlar hann einhvern veginn verð með hverju árinu, með aldrinum heldur. Maður verður meira með kulda, sko. Þannig að hver höndlar kuldan betur? Stonefucker, raf íþróttamaður ársins 2019. Já, bara íþróttamaður ársins.
Vá, fekk ég ekkert eftir Blondell. Ég með þú veit hvað, varst að vinna eitthvað? Ég hef ekki unnir raskat sem ég var í 5. flokki. Já, þú náður hérna medalju. Varst ekkert, þú gerði neitt Og keppnin er byrjuð. Já. Hefur verið fullur í kraftgala? Já. Er það ekki? Jú. Bara maður er farið á brennur og maður hefur verið einhvern tímann á baku sjoppu. Er það ekki? Mökkaður í einhvern kraftgala? Já. Það hefur ekki gerst lengi samt, en það hefur gerst. Bara Jú, með- bara á sleða. Með landabrúsa og okkar? Nei, bara með áfengi úr ríkinu. Ok. Ég er ekki glæpa maður. Er það bannað að köpa landaða? Það held ég. Já, það má ekki selja hann alltaf. Ok. Varst að kaupa það landa núna? Nei, herru, næsta spurning. Ég datt alveg út, sko. Ég var að fá... Vertu þá bara áfram úti. Þú getur ekki verið að chatta á Messenger og hlusta á... Nei, ég var að fá skilaboð frá einum að styrtralega þáttarins, Cocksucking Joe, og hann var að senda mér að hann syndir í sjónum þegar það er mínus 11 úti. Ég veit að við getum ekki mál er að Cocksucking Joe er miklu harðar en félagarnir. En er hann á báðum máli? Nú er manni sem hættur í keilhöllinni. Hann var alltaf sörfur að drikja hana. Nú er Jói í því. Jói verður bera ofan á Super Bowl night. Hvað er manni sem að gera? Hann er bara heima að telja peninga. Næsta spurning. Hefur staðið út á götu niður í bæ 100 Reykjavík eins og fyllibitta að leita að taxa og hugsa að þetta verður líklega mitt síðasta? Það gerst oftar en einu sinni. Já, okay. Sorgljótt. Þannig þið eru mökkaðan í bæ, þið eru að leita bíl og þið er fullur og reyðir einhvern veginn og finnið enga bíl. Það gerist líka einu sinni fyrir við okkar Sverri Bergmann og það kom frétt það. Þá réðst hann fram fyrir leigubílaröð, drullið ykkur frá, ég á næsta bíl. Ég er fertur. Hann basically, þegar fólk var að mótmæla honum, að því að hann var náttúrulega ekki búin að bíða í rauðinni, þegiði, ég er fertur og fór inn. Sveppi getur líka toppað því að Sveppi og Íris konunans þau voru á jamminu munið þegar að snjóað allt inn þá fjölskyldan bara heima og voru með barnapíu. Þau komist ekki bænu, þau þurftu að sofa í lobby á einhverju hóteli. Það var alveg viðbjóður. En fengum báðastig. Sko þetta er svo margar spurningar, ég er svo heimskur sko, okkur kötti þetta ekki hans niður. Hefur verið mökkaður nei, afsakið, næsta spurning. Hefur verið ofurölvi á ísbarnum í Rockefeller Center í New York og platað gilsa í sinn fyrsta Irish coffee? Jepp. Já. Það er gert. Það bútur okkur báða. Við vorum allir saman. Voru allir þýr hana? Þú vissi svarið. Nei, ég var ekki búin að allir þýr hana. Við vorum í ísbarnum á Rockefeller Center. Þú fegstu líka hérna og ég fekk allavega með kaffi og þú sagði blösaði mig gilsi, vildi ekki gera það íst? Ég get alveg klára þessa sögu fyrir það þegar við segjum nú hlustendum alltaf rétt. Svo fórum við eitthvað annað. Málið það við fórum hana. Við vorum hana úti og við skiptum leiðið við konunar. Þannig að við vorum á ísbarnum. Hann dróst aðeins lengur en átt að gera og endaði þannig við vorum konið í Long Island Iced Tea. Við vorum konið í Long Island Iced Tea. Já, fórum við það félag. Og ég og Egill slóumst í liftu sem var tróðfull af alls konar fólki sem var að reyna að draga hann af mér. Manstu ekki eftir því? Þú réðst á steginum. Ég man ekki eftir því. Nei, ég man heldur ekki eftir því. En þú hélst víst mér svona uppið og ég náði ekki til því. Nú er það svo langa faðum. Og svo löðrungaður með utanundir. Trekk í trekk. Þú hefði vantilega verið að gefa löðrungaður með eitthvað skít. Já, ég hefur glæður með eitthvað skít. Þú er alltaf skili. En hvað er hérna, það er ekki langt síðan vorum þessu ekki? Já, 10 árið. Shit, 10 ár. 3. Við erum ekkert breyst, við erum sömu aumingarnir. Hefur eitthvað til að make sweet passionate love í köldum potti? Í köldum potti? Nei, það er bara aðeinslegt. Já, ég var bara erfitt með að fara í kaldan pott. Og ég veit að báðið make sweet passionate love í heitum potti. Það er ekki að challenge, allir hafa gert það. Ég tala um kaldan pott. Já, ég meina þú getur það ekkert. Ég fór í kaldan pottum daginn. Ég hef nú aldrei gert þetta áður held ég. Fór í kaldan pottum daginn. Og hvað varst þið því? Ég náði max mínútu. Ég náði bara svona mínútu. Hvað fórst í kaldan pott? Bara upp í Mosó. Ég var mínútu og ég gerði þetta samt nokkur sinnum. Það settur þetta ekki á nýja vel að sjá þér í pottum. Það var erfasta sem ég gert. Ég fekk bara illt allstað sko. Ég er bara ekkert vissum ég myndi ná honum upp í köldum potti. Ná honum upp? Samt og Það er ekki fræðilega mögulegur. Nei, ég er ekkert eitthvað freka gráður. Gráður en flestir. En málega það, sko, þú getur náttúrulega aldrei gert það. Ég held að myndi ekkert gerast. Eina sem þú gerir í köldu potti er bara að hugsa, þú veist, mun ég fá kæft á það. Þetta er aldrei svona spennandi að 3-3. Hefurðu verið í sundlaugapartí í sólinni og þurft floskuborð til að kæla þig niður?
Sko, þetta er í fyrsta sinns þú kemur þessar inn with a twist. Ég verðilega bara að hrósa heimsku liður. Til að kæla þig niður var rosalega tvist. Já, við þurfum að kæla okkur cold. Málega er að ef það er eitthvað sem ég sé eftir í lífunu, það er að hafa sagt þið frá þessu partí. Já, við höfum aldrei átt að gera það. Það má ekki segja það allir neitt. Ég öfmyndi ykkur ekkert eðlilega fyrir að vera í þessu partí. Þetta er punktur að báða. Ég hef aldrei verið bara í sundlaug með fljótandi flöskuborð. Nei, borðið var ekkert í sundlaug, það var bara bakkanum. Var þetta ekki svona fljótandi framan ykkur? Hvernig sér þú þetta fyrir? Ég sé það nákvæmlega þannig fyrir. Við þurftum að kaupa þessa flösku til að komast inn í þetta. Ég sá bara með svona fljótandi borð. Sér ekki að þú svona ítaði til stenda sem er hinum með í pottinum. Hann myndi blanda sér að beverage. Hann ítir borðinu síðan til Hoogie Man og hann blanda sér að beverage. Það var ekki þannig. Þetta var bara við eitthvað bettaháma. Þetta hljóma miklu betur. Ég er ekki hissa í þessi búin að öfunda okkur öllis á. Þetta var ekkert svona. Það er 4-4. Hefur þú lagt á því að skafa bílrúðuna þína rétt áður og tekur bíltúr í frábært samlífskvöld? Byrju, Þetta skafa rúðuna heima hjá þér. Heima hjá þér? Af því þú ert að fara að eitthvað staðar hitta eitthvað leiðin í samlíf. Keyrir maður í burtu heiman frá sér. Og það fari hittinga S-Space. Ég meina, bara skilabóður. Ég er inn í Östurbakka 17, dríðu þig. Ok, ferðu út, skafar og brunnar á stað. Þetta flókið það. Shit, sko, það er útskýr allt hérna. Ég held að þú er frekar að tala um að ég þyrfti að skafa hérna fyrir utan vinnuna því ég væri að fara heim kannski eitthvað. Í samlíf? Nei, ég myndi ekki að punktur það. Ef þú ert í vinnun og þarf að skafa aftur. Það er alltaf leið. Það er ekkert endilega tengt samlífi þá. Nei, ég held að þetta sé ekki punktur á mig. Aldrei verið í gýr. Kannski á desemberkvöld. Þetta skafa þess. Ég bara veit það ekki. Hvað, vilt að ég segja já eða? Hvað flæðar þetta mér? Mér bara líka þetta að segja já. Hendur það bara punkt á mig. Það var svona rosalega líklegt. Ég er svo graður og ógeðslegur. Ég er bara skafandi til að komast hérna í einhver samlíf. Setta mig punkt, ég til ég það. Þetta tala um það Já, það er graður, ég var sjóbút og fór að skafa bílinn. Setta það bara á mig. Ég skal alveg taka hérna punkt. En ef það var einhver aðeins minni grænta þá náttúrulega getur þú sett hann í gang og beðið eftir að Nei, ég var svo rosalega graður, ég varð að skafa. Já, þú var að skafa, skóf strax húðuna. Já, setja bara punkt á mig. Ég hef örgulega einhvern tíma lent í þessu líka, sko. Punktur á Blöndale. Ég hef örgulega þurft að drífa mig eitthvað heim og þurft að skafa, sko. Ég veit að Steinþór, þetta áttu að segðu bara já og fáðu punkt. Já. 5-5, shit hvað þetta er spennandi. Hefur þú skíðað í Austurríki og stundar samlið þar eins og Money Sim? Hann var þar daginn, nýju kærustum. Komið fréttunum. Já, ég veit að ég kom að fréttunum. Það kom ekki í fréttunum, það sést bara Instagram með þessu. Það komið til það. Já, ok. Ég Þú sagði já, punktur á Blöð. Ég kann ekki að skíði, ég hef aldrei gert það. Ég hef aldrei farið til Austuríkis. Nei. En Bláfjöll, eitthvað rugl í Bláfjöllum? Ég held ég að bara aldrei farið í Bláfjöll. Ég hef aldrei farið til Bláfjöllar. Nei. Við skíðum Ég skíð ekki. Ekki eins og varst úrlingur það? Jú, kannski eins og úrlingur og var á svona slöngu sem að renna sig á. Það er ekki að vera á skíðum og á slöngu. Nei. Jésús. Vá, farið ekki í fílu? Nei, ég get verið í fílu. Við erum bara ekki skíðamenn. Nei, er þetta verið að búa þetta ruglega? Já, þetta er svona, það er síður setjum. Já, komdu bara með síðustu. Hefur þið verið í limmu með champagne eða annað áfengi að lifa góða lífinu þegar það er mjög kalt úti? Oi. Hvað? Þetta var basic spurning. Ég hef verið í limósíu þegar það er kallt úti. Já. Punktur á Steinþór með champagne. Nei, ég er ekki tvist um það. Þú veist, ég veit það ekki. Kóngurinn. Ég er ekki að hafa lögðu. Þetta kemur kóngurinn. Það er mikið að liða sem aldrei lendi í þessu. Það Steindi, hann fær punkt að það. Ég hef bara herrakvöldi eitthvað. Við höfum allir verið saman strákar í einni limósíu með þess að kosti til. Næsta við þetta, meðan Steindi var í limmunum með kampæni, þá var ég bara einhverstað á Íslandi að skafa rúðu og að reyna að fá að ríða. Það er ekkert flóknar af það. Ágætislag hérna svo sem. Hér á FM Play. Hér á FM Play. Þetta er það sem við gerum á FM. Við leikum okkur en það er komin tíma. Það styttist í vondatið og bransasögur. En við ætlum að fara hins vegar fyrst eldsnögt í sturla staðrendir, drengir. Er þið til í það? Við erum klárir. Það er ein horse manure, já. Þannig að það er í ykkar höndum og ykkar kæru hlustendur að giska hvaða við svo er kjaftaði eða hvaða við svo er ekki, sturla staðrend. Keppendur til. Já, við erum klárir. Nei, það eru hlustendur. Hlustendur til. Við erum keppendur. Þið eru bara klár. Við erum klárir. Þið svara bara venjulega. Já, við erum flottir. Ok, nefnir sér að gera grína mér. Nei. Fyrsta sturla staðrend dagsins. Kolkrabbi byrjar að éta limin á sér ef hann er orðin mjög svangur.
Ég sá allavega vídeo daginn að kolkrabba klippa af sér hina klóna. Örgulega bara til að geta hana Já, eða kannski voru hann illt í henni og svona. Það vaks aftur sko. Þetta segja mér að kolkrabbi er svangur Ef hann er rosalega svangur, ekki bara ef hann er svangur Þá jafla sig Jafli af sér Hann jafla sig ekki sko. Já, þú veist, þetta er Það var eins og þú myndir byrja að geta á þér puttum Já, þetta er heldur sérstætt sko. Þegar maður ótt verið svangur sko, þú ferði, já, ég er líklega að kjafta þið Ég er búin að ákvæða, ég verður að kjafta þið Það er sem blöð bjóð til í þetta Þá ætla ég að spyrja, ég ætla að spyrja ykkur áður ég segi hérna hvort það áður ég segi ykkur styrluðu stærnendina Hvað haldið þið, ef þið farið á veitingastað Hvar haldið það séu flestir sýklar? Maður hefði fyrst giskað á klósettið og svo eldhúsið. En ég ætla að segja það hljóta að vera hurðahúnarnir. Hvað segir þú, Egill? Ekki diskarnir, ekki nývapurinn, það er allt glæði nýtt Það eru flesti sýklar á matseðlunum Á matseðlunum Mjess, þeir eru ekki þrifnir eða? Já, ég veit ekki, þetta er allavega styrluðu stærnend Fólk að nerra á matseðlunum Já, kemur bara með puttana Fyrsta sem hún gerir að fyrir að veit ekki það þú sest niður, svo færði matseðlun og skoða Ég er þetta ekki með síklufóbi Ég held í handrið þegar ég verslunum meðstöðum og ég með alveg skýtsa Ég myndi skeina þeir í stendi og ég myndi ekki þó mér hendur aftur Mér finnst þetta bara vant á Íslandi Krakkar eru aldnir upp í svo miklum bublum Ég held að hafi allir gott að geta bara eitt kattaskít á lífsleginni Fórst að reyna að búa til einhvern point að það Ég er ekki bara að geta kattaskít Ég reyndi að laugarni, myndu líklega þú með hendur eftir að Næsta, stampína minkar matalist Það er fínasta megrun Já, þannig að þú vilt fara megra Er það ekki bara út með huganum eitthvað annað en mat þá? Gæti verið það, ég veit það ekki En ef þú út með bónir þá minkar matalistin Þannig að basically Þetta er ný megrunarkúrin að blöða? Viagra-kúrin Ég hef ekki blóðið það Ok, ef þetta ekki geggjaðu kúr í gýr 19 tíma á dag þá getur bara borðað í 5 tíma sem því er á mun líklega léttast En þú þarft einhverja pillur í það þurftur að taka Viagra og þá færstu náttúrulega einhver það hjarslátt og fer að vera Þetta er hörmuleg megrun Næsta, lögreglunni Nígeríu handtók Gate árið 2009 vegna grunns vopnast rán Hvar var það? Í Nígeríu Var hún handtekinn? Já Það var grunnum vopnað rán Gate Já, Gate Gleymdur að semja einn trossaskýt og varst að spinna þetta núna Nei, alls ekki Traffík af netinu jógst 20% þegar Michael Jackson dó sem var til þess að það hægðist á netinu Já, ég las þetta ykkur staðar, hann ég get strax kallað þetta rétt Þetta er svakalegt Muniði hverju voru þegar Jackson, eða þeir fréttu að Jackson var dáin? Nei Ég var ekki, blöð, Flestir muna það Þú varst með plaggut án um allt Ég man hvað var þegar turnanir Ég man ekki hvað þegar Jackson Manstu ekki hvað varstu að Hann var líka búin að jafla annað hvert barn út Þegiðu Ok, ég er ekki láta mér í vond skap Ég man ekki alveg Ég verði ekki alveg kláraði Hvað varst þú? Mér finnst mjög eðlilegt að muna ekki Einu sem fór þér, hvað var blöð? Þú er Michael Jackson gæði nummer 1 Já, ég farið þetta bara á pókermót á gullöldinni Það var ekki merkilega Og varstu reyður Fórstu á allin? Ég var bara pínuð svona Ég veit ekki, það voru skrýtna tilfinningar Hetjaðinn farinn Það var ekki hetja mín Það voru það síðasta sturlaðstæðan dagsins Kate Winslet geymir óskarinn sinni inn á baði svo að gestir getur hort á sig í spegli með hann og haldið ræðuna sína Mér finnst þetta heldur sniðut í hann Þannig að þú er búin að hæja þér þá er óskarinn og getur tekið eitthvað flip Já, hvort sem þú ert búin að pissa eða Getur haldið á hann þar eða? Já, hún er bara stittan inn á baði hjá hann Er ekki vannverðingu stittuna að hafa hann á the latrine? Það veit ég ekki, neini okkur Ég veit ekki, með óskarinn og salinni Steindi tökur óskarinn einhvern tíma ætlar að vera með hann á salinni? Já, ettu, ég get sett hann á klósett Hann á salinni, hvað er hún? Það geta allir ræft ræðinu sína Það er þetta góða punktur Hvað er hún núna? Er það game room? Nei, þú veist, hún er bara heima hjá mér en hún er ekki á baði Er hún í game room? Ég ætla að breyta til og gera það Mér finnst þetta geggja, þú ferðin á bað, þú veist, í matabóðu þá getur þú tekið óskarinn og haldið ræðu og eitthvað Mér finnst þetta En ég spyr, hvað af þessi kjaftaði? Sko, máli er að krabbin sem ég etur sína einu útlimi ég ætla að segja að það sé rétt Síðan fórstu yfir í Flesti sýklar á veitingastæða matselunum Stampína minkar matalist, lögreglunni Nígeríu hand og Gate Trafikinn á netinu jógst 20% svo Kate Winslet Málið það, ég held að þetta er svo skrýtna fréttir Þannig fyrsta sem ég dættu var Gateinn í Nígeríu En ég held að rétti hrosaskíturinn sé að stampína minki matalist Hvað segir þú? Advent, stampínan eða kolkrabbin
Það er bara eins sem kemur til greina sko. Og fyrsta Stóni kom í stampinu og þá ætla ég að setja mitt bett á kolkrabban. Steindi vann. Já! Stampina minkar ekki matalista. Gull léttur og meistaramánuður Íslandsbanka kynna Hlustendavelunin 2019 Í beinni útsendingu á stöð 2 frá Háskóla Bíói Flottasta tónlistapartí ársins Laugardagskvöldið 2. febrúar Framkoma Jói P. og Króli Bríett Úlmeser Herra Hnetusmjör og Huginn Dagur Sigursson Jón Jónsson Stjórnin Auður Við bjóðum hlustendum okkar sæti í salnum Fylgstu með og vert í sambandi Hlustendavelunin 2019 Bylgjan, FM 957 og X977 Þolinmæðin sem bruggmeistarar okkar leggja í gull skila sér til þín Gull, okkar bjór Léttöl Verður þú meistari hins reglulega langtímasparnaðar? Taktu þátt í meistaramánuði í Íslandsbanka í febrúar. Skráðu þig í sparnað á netinu og náðu þínum fjárhagslegu markmiðum. Íslandsbanki. Touchdown Style mættur á American Style og verður í boði í takmarkaðan tíma. American Style. American Style. Slökun, Magnesium duftið hefur slegið í gegn hjá Íslendingum. Þú fær slökun vörurnar hjá Mamma veit best, Laufbrekku 30 og Njálsgötu 1. mammaveitbest.is Kókomattrúmin eru öll náttúruleg frá botni til yfirdínu. Fyndu munin. Heimili og hugmyndir. Nú hafa allir nöppum að neppa. Þú fær fullan póka af gómsætum Nóa-nöppum með súkkulaðiperlum eða lakkrís í næstu verslun. Nældu þér í Nóa-nappa. Nói Sirius. Bíó í kvöld. Þú getur valið úr meirinn 800 kvikmyndum inn á stöð 2 marathon og þú horfir þegar þér hendar. Tryggðu þér áskrift fyrir aðeins 2.490 krónur á mánuði á stöð2.is. Hvað í matinn? Nings. Langar þig að vera þörunafræðingur á heimsmælikvarða? Láttu drauminn rætast og skráðu þig inn á maskmakeup.is, Mask Makeup and Airbrush Academy. Stærsti íþróttaviðburður Bandaríkja Norður-Ameríku er ekki bara í Atlanta. Super Bowl er líka á lengjunni. Tippaðu. Lengjan settu spennu í leikinn. Góðan daginn, kæri nágranni. Ertu búin að fá ávísunina frá okkur í pósti? Apótekarinn. Lægra verð. Frábær helgatilbóð í rúmfattalæðinum. 20-50% afsláttur á öllum sófum og svefnsófum. 20-40% afsláttur á öllum sængum og sænguvörum. 20% afsláttur á öllum plastkossum. Rúmfattalæðurinn, aðeins ódýrari. FM 95 Blöð á FM 957 Í samstarfi við Keiluhöllina og Túborg Léttöl. Hér á FM 957 Auðun Blöndal, Egill Einarsson og Steinþór Róar. Þú ert Steinþórsson eða ekki? Steinþór Róar Steinþórsson, það er hárrétt hjá þér. En ég er ekki bara Steinþór Róar Steinþórsson. Ég er einnig kallaður Steindi og ég er spyrill í næsta dagskrálið sem heitir Bransasögur. Erum við að fara í Bransasögur? Við erum að fara í Bransasögur. Ok. Ég er alltaf mjög spenntur. Við náum ekki alltaf að vera fullmannaði bátur. Og þegar þið keppið í þessu þá er það svo jafnt og það er svo spennandi að ég er búin að heyra þetta bara allan bæ. Það er bara fólk að stoppa mig og það er djöfull alltaf spennandi. Ég er alltaf severe underdog. Nei, veist ákvörðum? Af því að hann svindlar og gefur þér svörin. Nei, auðvitað myndi ég aldrei gera það. Það er bara eitthvað sem að fólk út í bæ er, það er eitthvað samsverðiskenni. Já, ég myndi ekki gera það. Við máum að leiða það strákar. Þú tvís og svara vittlust þannig að þið gefið rétt. En síðast þegar þið kepptuð þá var 1-1 og þið eru djúpt í bransanum á Íslandi. Þið þekkið til, þið heyrið slúðrið. Við erum ekki í bransanum. Og ég veit ekki, eftir einhver að bíða, ég ekki bara. Nei, var maður ekki svona undirbúið sig það? Ég meina það er ekki tætt að gera, maður bara tæma hugan og. Ég mátti velja bösserinn í dag. Þú mátti velja bösserinn og þú ert búin að velja hann. Já. Og ertu með hann? Að sjálfsögðu leiðum áhörundum að heyra. Hlustendum. Djöfull er þetta töff maður. Nirvana maður. Smells like Teen Spirit. Egil fekk að velja þar síðast. Þið eru klárir, kepptu klárir, Auðun Blöndal klár. Bjallan í miðina. Egil klár. Þetta snýst álitum að vera hvort og undan að tegja sig í bössurinn. Af því að eins og alltaf ætla að byrja á mjög þægilegri spurningu. Keppendur eru klárir. Yes. Þá byrjum við. Fyrsta spurning, hún hljómar svona: hver var valinn töframaður ársins á árshátíð töframanna sem haldið var með pompi og prakt í janúar í Golfskálunum í Hlíð?
Ötti Hlýtur að vera Einar Mikael Það er hárið, það er Einar Mikael Nei Auðvitað var það Einar Mikael Þetta grínir eftir Hann er búin að vinna þetta oft í röð Hvað helst þú? Ég hugsaði bara, það er geggja margir töfrum en Einar er alltaf kóngurinn, ég hugsaði bara að hann er búin að má downcycle eftir að bóka hana best töframann í heimi og svo fóndum með þetta fáskursferðar og bóka 2 eldriborgara og pakka hana saman þannig ég hugsaði bara, þetta getur verið einhver annar Já, þú mennar að hann hafi ekki átt gott ár ok, ég skeit En þú veist, hann er samt með fljúandi borðið og allt þessi trikk, sko Þetta var Einar Mikael og það er 1-0 fyrir Blöndal. En býttu, er bannið búið? Máttu byrja að tala með Einar Mikael áttur? Nei, ég meina, erum við ekki bara hann var bara spurning Það er bara spurning Einar Mikael og hann var valinn Já, hann er bara töframann nummer 1 í það peppan Ekki stressast allir auðvitað Nei, ég er ekki stresstu Þá er það næsta spurning Auðvitað, þú sér það er ekkert svindl í tabli Nei, ok Ekki bræði tabli Þá er næsta spurning Hún hljóma svona Hvað heitir Valur Bötter fullu nafni? Valur Heiðar Sæmundsson Egill, Valur Heiðar Sæmundsson Það er hárið, Heiðar og Sæmundsson og allir bakki Hvernig gerði þetta? Er það staðfest að sér rétt? Vá, hvernig? Þetta því að ég hlusta á það Ég er rétt sögð því Ég er rétt sögð því Ég gert það laga Jésús, ég heyr ekki eins og hvað það sé Ég er rétt sögð Aldrei því gera þetta aftur. Hann er að hringja, ég er rétt að því Nú, ég er En hann rétt að því. segir Ég er rétt sögð því Ég hef gert þetta laga Nei. Meira dóts Meira í fjöröfna Meira dóts Meira Ok, þeir eru ekki fans Þessu gilsar Heiðar Sæmundsson 1-1 Valur Heiðar Sævarsson Þú sagði Sæmundsson Ég sagði það Þú sagði Sævarsson núna Sæmundsson Þú hvort er að Sævarsson eða Sæmundsson? Munds Ekki, það er Munds Bara Það þarf að googla þetta Ok, ég ætla að gera eitt Það er aukastig í boði Hann er Sævarsson, þú sagði Sæmundsson Ég fæ hana Það er aukastig Stakka hlusti, það er aukastig í boði Ef þið getið nefnt nú hvort undan í bössu Við höfum ekki googla Tókum síman að googla Það er sem fyrir Google Valur Heiðar Sævarsson Við tölum Google eftir smá Það er aukastig Ég er að blöfa mínustig fyrir Google Já, en ef þú getur nefnt eitthvað annað sem byrjar á Bötter þá farðu annað stig Auti Butterbean Það er hárið eftir að Bötter boxarinn Þú notaði boxarinn Butterfly hefði líka Það er það En byrju Egil, ég ætla aðeins að sko málið það Nú er það að koma þetta alveg í bull Nei Egil, hlusta, staðin er svo leiðis Þú fegst fyrst stig fyrir töframennina Það er 1-0 fyrir Nei, ég fekk það stig Það var 1-0 fyrir auðvitað Síðan sagði ég Valur Heiðar Sævarsson Síðan sagði þú Valur Heiðar Sævarsson Já, fær stig fyrir það Það er að spokki með að segja að þetta er Sæmundsson Ég sagði ekki Já, þú fær stig fyrir það 2-1 En það er 1-1 því að síðan Þú gast Butterbean dæmið en þú googlaði og það er mínustig Ég googlaði ekki Butterbean Já, þú tókst eitthvað eins og tíma Nei, ég googlaði bara til að tjekka hvort að Egil hafi sagt rétt og hann sagði vitlaust Það er mjög fer að segja 1-1 núna sko Já, ok, áfram bara með þetta Áfram með þetta rusl Björn Bragi, má googla þessa kanni? Alls ekki, það má bara stranglega Ég var bara staðfest að voru með vitlaust Þess vegna er líka 1-1, við höldum áfram Það var þriðja spurning Hún hljóma svona Nefnið 8 íslenska lesbíur Ha? Auti Olga Ferseth Rétt Tældum þig Hæ? Ég er að grína Ég var að grína Vá, fyrir maður róna spot svona maður Sigga Beinteins Já, rétt, 2 8 er á verfitt Við breytum þessu Finnst þér? Við segjum Ekki lift upp höndin í piece of shit Þú ert ekki með svari Já, við þurfum að fækka þessu Það er bara þannig Þetta fettil Egil, það er 4 lesbíur Egil 4 lesbíur? Já 2 2 lesbíur Egil, bara við þurfum að halda áfram Valur Gregory Grand Hann er ekki lesbía Nei, og hann er líka hann Já, ég meina hann er hérna Hún er hérna Nei, hann Já, hún Já, er hún lesbía? Vala Grand er ekki lesbía Alls ekki Það er vitlaust Það var hvorustig Nei, það var alltaf Sigga Beinteins Já Og það var einhver önnur, þegar ekki? Sko, ég Ég sá Olga Ferseth Ég á vinkonur sem eru stundum hérna lesbíur stundum ekki Marja Berta Hún er með gæðir núna endan, hún var lesbía fyrir Já, þetta er bara, þetta hlýtur að vera stig, er það ekki? Nei, hvoruðu fær Akkur gefur ekki Við náðum engin 4 Hann er með 2 Nei, ég var með þær Ég er með 2 Við förum í 4. Já, fjórða Ok, við sleppum þessari þá Ó, ok Og við sleppum þessari 4. Hún er, ok, nú snýst þetta hvora undan í bössurinn 4. spurning, hún hljóma svona Hver er kúlisti landsins 2019 í 30 plus flokki? Vá, ég veit ekki hvora undan Hver ítt á bössurinn? Þetta var helviti tæft Þetta var helviti jæmt Hver ítt á bössurinn?
Já, við vorum, ég sko Ok, það er bara hvort hundur að segja það Jókunn að gera það Það er auðvitað blöð, það er rétt Fuck! Það er Jókunn að gera það Hann er coolistinn Hann er rosalega cool Nei, það er ekki tekið á hann, hann er cool Nei, málið er, fyrir mig að keppa mútið blöð þessu Það já, eiginlega ekki breyk Það er gert allt svo að ég breyk Egil, þú veist að það er 2-1 fyrir honum sko Þú getur jafnað í lokin Blöð er ekkert eðlilega góð í þessu leik Egil, það er 2-1 og það er ein spurning eftir Þú getur jafnað þetta Sýndu mér að geta jafnað þetta Ég vissi svari yfir þessu spurningu En ég var of hægur Ég veit það, ok, verður bara hraður núna Og það er ein spurning eftir Og vonandi endar þetta sem jafntefli því ég held með ykkur báðum Þá er það síðasta spurningin hún hljómar svona Hvað átti tónlistamæðurinn Jón Jónsson upprunalega að heita? Og hann hefur sagt mér þetta persónulega Egil Andri Það er hárið Það er Andri Jónsson Hann átti að heita Andri Jónsson Egil vissi það bara Egil vissi það bara Það er jafntefli í sig Það er 2-2 Heldur áfram ára jafntefli Heldur áfram snillið og Það er aukarspurningu Þeir eru alveg jafn góðir Engin aukarspurningu Þeir eru geggjaðir í þessu leik Ekki heyra þetta rugl Þetta voru bransasögur og alltaf sama bullið Held ég þér að hlusta á FM 95 blöð hér á FM 957 Og já, við erum ekki beinni útsendingu núna Því að það er 50 dagur Og við Pétur Jóhann sitjum hérna inn í klefanum fræga Það er bara rétt hjá þér Og það er allt saman rétt Góð ástæð fyrir því Þetta gæti orðið hörmung Já, ég er ekki að fara að ræða hérna njálk Nei, við erum ekki að fara að njálk núna En við vorum bara upp í mötunendan Og okkur dætti í huga að búa til vonda atrið Sem að vann út askaralið hjá okkur á miðvikudaginn Já, og við höfum ekki gert lengi Nei Og það er ekki ástæðalaus að við ætlum í vonda atrið í dag Því að okkur dætti í hug orðagrín Já $1 million orðagrín vil ég meina Ég hrættu þetta en þetta heitir vonda atrið Já, þá á þetta heima þar Ef maður er hrættur við eitthvað þá á þetta heima í vonda atrinu Og ósjaldan sem að maður hefur heyrt fólk talað um að fara í almenna naflaskoðun Með einhverja hluti Og við ætlum að hringja heilsugæslur Já Og reyna að panta naflaskoðun Já, panta, eða þú veist, ég var eitthvað að spá í hvort að ég var að sækjast eftir að fá niðurstöður úr naflaskoðun sem ég var í Já, ok, ég var að spá að nota bara að við konan þurfum hana Já Ok, og konan var að byrja, og ég byrja þetta Já, þið þurfið bara að fara í naflaskoðun þið tvö, og eitthvað svona Ég ætla að vinna með það eins Ég ætla að ringja, ok, þú máttu undirbúa þitt Ég ætla að ringja hérna í heilsugæslu og panta naflaskoðun Tjekkum á þessum Hlustendur, spennið beltin Speakers in corners Acoustic space Ég ætla að mjóta, góðan dag Já, góðan daginn Góðan daginn Herðu, ég þarf að panta þarna skoðun hjá okkur Já Ég veit ekki, ég er ekki með heimilislækning Ég og kona vorum í einhverjum samræðum og við þurfum vist að fara í einhverja naflaskoðun Hvernig fer svona fram? Getur þú sagt með það? Hvað ertu með til sálfræðings þá að tala um það? Nei, bara við þurfum að fara í einhverja naflaskoðun Hvað meinar þú? Já, ég bara meina nákvæmlega það sem hún sagði Ég er nú ekki alveg klárið, það ég vil fara fyrst bara til á einhvern heimilislæknis og rætt þar þá fá þið áframlega deginn til að fara til sálfræðings Sálfræðings? Hvað er ekki verið að skoða bara naflan á okkur eða? Hvað er það að meina naflaskoðun? Hvað er þá verið að skoða bara inn í naflan eða hvernig virkar það? Er hún með sár í naflanum eða? Ég veit, hún sagði við þurftum að fara hún sagði við þurftum að fara bæði í naflaskoðun þannig ég veit ekki hvort hún sé með sár okkur þurfti ég þó að fara Nei, því hún segir orðurétt við mig í gerkvöldi áður og hún ríkur út að við þurfum að fara í einhverja naflaskoðun með þetta samband Já, ég veit ekki Eða þá bara verið að kíkja inn í naflan á okkur Prest? Prest eða eitthvað, já ég veit, er þetta eitthvað hjónabands erfileikar eða? Já, meinar, þetta er eitthvað svoleiðis Er þetta eitthvað svoleiðis? Já, guðmeng, já, ég held að þetta bara að tjekka á naflanum á okkur Nei, ekki alveg Þannig að þetta er eitthvað alvarlega en það Nú, herru Ég veit ekki Nei, ég ætla að ræða þetta við hana og tjekka við kannski einhvern brella eða eitthvað Já Herru, þakka þér Já, hversu Heilsugæslan Ámúla, góðan dag. Jú, góðan dag. Ég er að hringja til að fá þarna niðurstöður í naflaskoðun sem að ég var hjá ykkur í síðustu viku. Hjá hvaða lækni sendi þið í naflaskoðun? Það var svo sem enginn sem að sendi mig. Ég kom bara til ykkar, ég átt að hringja í dag og fá niðurstöðunar. Niðurstöður úr hverju? Tómas heiti ég.
Já, en úr hverju eru niðurstöðunar? Naflaskoðun sem ég var í. Gefðu mig kennitöluna þína. 14.05.56 2599. Engin sjúklum skráði með þetta. Hvernig stendur ég finn þig ekki hérna? Já, ég er ekki læknir, þannig að... Nei, ég finn þig ekki í þjóðskráni. Já, ég segi, ég er ekki læknir, þannig að ég veit ekki, ég er ekki að vinna þarna hjá okkur, þannig að ég veit ekki hvað liggur að baki því. Hvað er þetta? Þetta er heilsugæslan í Lágmúla. Já, ég kom í naflaskoðun hana hjá ykkur. En ertu ekki með kennitölu? Er ég ekki með kennitölu, jú. Já, gef mér kennitöluna, þá finn ég þig. Já, ég er búin að því. En ertu með niðurstöðunar og naflaskoðunni? Ég held að þú segir, ég held að þetta sé eitthvað djók bara. Af hverju heldur það? Af því þú ert ekki til í þjóðskrá. Já. Og Tómas, hvað svona ertu? Einarsson. Það var sagt bara, ég þurfti að fara í allsherjar naflaskoðun hana. Ég veit ekki meira. Og ég veit ekki hvað naflaskoðun er, það verður nú bara að segja eins og er. Ég hef aldrei heyrt það hérna. Ó, þetta skrítið, þú ert ekki með kennitölu hana og þú veist ekki hvað naflaskoðun, get ég fengið að tala við lækni? Hérna, hvar býrðu? Tómas Araga. En það skrítnast að vita, okkur finn ég þig ekki í þjóðskráni. Já, mér skrítið sjálfum, já. Og svo segir við mig að þið séu ekki að gera naflaskoðun. Hvernig naflaskoðun? Hvað er naflaskoðun? Ég veit ekki, þið voru að gera það. Ég er ekki læknir, ég sagði það við áðan. Ég er ekki læknir heldur. Nú, hvað ertu þá? Símaldama? Já, get ég fengið að tala við læknir? Nei, það er engin læknir með símaldtíma núna. Hvers starf sem eru þið með þetta? Velkomin hérna með 4 og 6 og tala við lækni. Það Gjör svo vel. Super Bowl party á Bastard Brew Pub á sunnudaginn. Eldhúsið opið lengur og tilboð á barnum. Super Bowl party á Bastard Brew Pub. Útsölunni líkur á morgun, 20-70% afsláttur, Vóg fyrir heimilið. Nú er kælirinn fullur, kjúklingavængirnir klárir, klukkan stilt á Austurstrandatíma og allt tilbúið fyrir Super Bowl. Lengjan, settu spennu í leikinn. Nú getur þú greitt innanlandsflugið að hluta eða til fulls með vildar.iceland.er hjá Air Iceland Connect. Settu punktinn yfir fríið og fljúðu á vit ævintýrana. Air Iceland Connect. Bíó í kvöld. Þú getur valið úr meirinn 800 kvikmyndum inn á Stöð 2 Marathon og þú horfir þegar þér hendar. Tryggðu þér áskrift fyrir aðeins 2.490 krónur á mánuði á stöð2.is. Touchdown Style mættur. Tvöfaldur borgari, cheddar, bacon, grillaður timjanlaukur og amerísk kóktelsósa. Íslensk framleiðsla á springdínum og rúmum. Fjölskyldufyrirtæki í 75 ár. RB Rúm, Dalshrauni 8, Hafnarfirði. Besti hvíti rússin í heimi á Lebowski bar. Takk fyrir okkur. Samkvæmt íslensku ánægjuvoginni eru ánægjustu viðskiptavinirnir í BíKó. FM 95 Blö á FM 957. Í samstarfi við Keiluhöllina og Túborg Léttur. Þetta er svona okkar Aron Kahn með Væ hér í FM 95 Blö. Klukkan er 10 mínútur í 6 eða 9 mínútur í 6. Þetta er búið að vera rosalega þéttur þáttur. Við höfum ekki getað farið á klósettið. Nei, valla, en svo það er orðið dimmt núna. Það var mjög bjartur í byrjun, en það er komið febrúar, við óskum ykkur til hamingju með það, kæru hlustendur. En það eru sorgafréttir, Steindi, þú ert að fara í smá frí frá okkur núna. Herru, ég er að fara núna í 2 mánaða frí. Já. Ég á eftir að sakna ykkar svo mikið. Mér finnst það svolítið mikið. Mánaða frí? Já, ég er að fara í... Þetta er ekki 2 vikna frí? Nei, ég er að fara... Þetta var geðvig, hvernig kemur aftur Ég mæ? verð allan feb og allan mars. Ég er að fara í tökur á nýjum sjónvarpsþætti, þannig að ég þarf að kveðja ykkur. Hvernig kemur í apríl, þú kemur á báskunum? Allt niður þig? Það er eitt kostu við þetta, þegar við vorum að fara til þessi steipastöðuna, þá vorum við báðar að fara, ég og þú veit, við verðum einna bara rock hard. Já, ég er ekki fett. Þið standið vaktina og... Við fáum okkur að trúa til að fylla inn fyrir stóni. Já, við skulum vera hérna, svona flakka á milli, og fullt af gestastjórnum. Fáiði alls konar fólk. Það er svo skemmtilegt. Og líka leifa þjóðinni kannski að velja. Fólk getur sett ykkur hugmyndir. Hvern vilja þið sjá? Já, ég er til, já. En hvaða sjónvarpsþáttur er þetta að fara að gera? Máttu segja það eitthvað? Herðu, nei, ég hef ákveðið að gefa... Ég ætla ekki að gefa upp að svo stöddu. Þetta er leyndamál. Ok. En þetta er mjög spennandi. Tengist þetta rafíþróttum? Nýtt og fest. Nei. Rafíþróttamaður ársins. Herru, en hvað, það þyrfti nú að fara að gera alvöru rafíþróttaþátt. Við þurfum að skoða það. Já, ég er til. Ég veit ekki með áhuga á það. Jú, kannski, þetta er náttúrulega hrikalega vinsælt. Fylgjast með lífi rafíþróttamannsins. Game TV er elsti sjónvarpsþáttur landsins, sko.
Er ég að fara að taka því aðtunum með nokkar í seríu 4? Já. Rafíþróttamaður Steinþór Hróa Steinþórsson. Ángríns og þú er að gera grein við því. Ég tók Reykjavíkurmeistaratitilinn. Þá er ég actually komin á blað og er mjög líklega að fara að taka íþróttamann ársins 2019. Já, einmitt. Ég var allavega í pottinum. Já, einmitt. Það er meiri líkur ég fljúi. Ángríns. En hvernig helgin? Það er Super Bowl weekend. Eru þið spenntið fyrir því? Já, ég er að spá ég að tjekka á þessu. Ég hef aldrei hort á heilan NFL-lik. Þetta er skemmtilegt, sko. Það er líka reyndar Maroon 5 með halftime show. Mér finnst það bara null spennandi en kannski sokkaði mig. En talandi Super Bowl, þá minnum við aftur á að það er þvílík Super Bowl veisla í Keiluhöllinni. Þar getið þið hort á leikinn og það eru boltatilboð á öllum drikkjum, vængjum, pítsum, bara you name it. Ég er að fara núna í Hafna. Ég er að fara í Hafnarfjörðinu kvöldstrákar. Ég segi heim til King Palla Prime. Ég er að fara á Bjartmar Guðlaugs í Bæjarleikhúsinu. Geggjað. Það er stemming, ég ætli bíó. Hvað þú gerir í kvöld eða? Ég sá það bara á þér, það er ekkert plana. Nei, ég ætla bara að koma við smálið núna, hoppa og kannski exo, ná mér kjúklingar rétt og fara heim og tilla mér á bumbunni við sofa og vera bara á bumbunni þar, ég veit það ekki, ég ger ekki ekkert annað. Kottu í Bæjarbíó með mér, ég skal bjóða þér á Bjartmar Guðlaugsson. Þú þarft að fá alvöru tónlist í líðitt. Það er kvöld. Ekki bara Mamma beglar alltaf munni. Já, ekki bara Balloon Boy og Alligator Man og allt. Ég er bara að vinna eldsnemma í fyrramálið. Talandi Bæjarbíó hjá King Palla Prime, þá er að gera farin á miði.is. Það er ennþá til nokkri miðar á auka tónleika með Sverrir og Halldór Gunnari föstudagslögin sem er 21. febrúar. Eftir að sjá föstudagslögin. Já, þá verður að koma núna. Það er búið uppselt öll kvöldin og þarna sérðu Sverrir Bergmann upp á sitt albest. Ég það líka ekki, hvernig er þetta aftur? 50 dagurinn, ekki 21. februar. 22. feb 50 dagur. Við kíkjum saman 21. Það er ennþá til nokkri miðar, þannig að farið inn á miði.is og tryggið ykkur. Á mennsves. Annars vona ég góða helgi, kæru hlustendur. Við verðum mættir hér næsta föstudag. Ég Egill og konni með einhvern annan trúð með okkur. Steinþór er að fara í 2 mánaða frí. Við óskum þér alls lengsta frí sem ég heyrtum. Já, ég heyri jafnvel í ykkur í síma af og til. Ég hef aldrei heyrt svona langt frí. 2 mánaða frí. Já, ég veit ekki, ég kalli þetta ekki frí en langa pásu. Já, við Egill kallum þetta frí. Takk fyrir okkur, Egill, góða helgi. Komdu og gerðu frábær kaup á götumarkaði Smáralindar. Útsöluvörur á enn lægra verði. Opið til klukkan 6 í kvöld. Smáralind. Bíó í kvöld. Þú getur valið úr meirinn 800 kvikmyndum inn á Stöð 2 Marathon og þú horfir þegar þér hendar. Tryggðu þér áskrift fyrir aðeins 2490. Og lifandi tónlist öll kvöld. Hvað viltu meira? Sjáumst á dönsku kránni. Den danske kró. Vonandi þessi sími tryggður. Viss farsímatryggingar. Þú finnur lausnina í vörum Villimeyjar. Náttúran sér sína, vottað lífrænt. Villimey, virkni og veljiðan. FM 95 Blöð á FM 957. Í samstarfi við Keiluhöllina og Túborg Léttul. Topp tónlist. FM 957.